Takk fyrir Eiríkur, það gott að hafa einhvern svona sem stjórnarmanni. En ágætu fundarmenn, fyrir hönd Sveitarfélagsins Borgarbyggðar þá býð ég ykkur hjartanlega velkomin á þennan framboðsfund fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2026 og þetta síðasti fundurinn í röð 3 framboðsfunda og eins og þið sjáið þá eru hér fulltrúar allra 4 framboðanna sem eru í framboði til sveitarstjórnar í Borgarbyggð árið 2026 og ég ætla svona að renna yfir, ég veit að þau munu kynna sig á eftir en að því ég kann nokkuð röðina þá ætla ég að fara yfir þetta. Það Haukur, fulltrúi Miðflokksins sem situr hérna fjast mér, Helena Rós fyrir Miðflokkinn situr við hliðina á honum, svo kemur Sigurður Guðmundsson frá Sjálfstæðisflokki og Ragnhildur Eva frá Sjálfstæðisflokki, Sonja Lind frá Framsóknarflokki og Davíð frá Framsóknarflokki og svo næst mér eru Jóhanna Pavlović frá Borgarbyggðarlistanum og Guðrún Vala Elísdóttir. Þetta verður með þeim hætti í kvöld hjá okkur að fulltrúar flokkana þeir fá tækifæri til að koma hér í pontu og fara yfir sín helstu stefnumál. Þeir hafa 5 mínútur til þess að fara yfir þau mál. Þegar þeir eru búnir að því þá ætlar Gísli Einarsson að koma og taka við og stýra pallborðsumræðum og það eru sömu fulltrúar sem munu taka þátt í pallborðinu og sitja hér og síðan eftir að pallborði lýkur þá gefst framboðunum kostur á því að vera með 3 mínútna ávarp í lokin, koma með lokaorð og ef þið hafið ferðast á milli funda þá hafa þetta yfirleitt ekki verið nema 2 mínútur en það eru 3 mínútur í kvölda því að þetta síðasti fundurinn. Þeim sem að heima sitja gefst kostur á að senda inn spurningar og við fylgjumst með því hér á tölvu hvaða spurningar eru að koma inn og við væntanlega náum ekki að fara yfir þær allar en við getum séð hverjar fá mest fylgi þannig að við flokkum það svolítið eftir því en ykkur sem eruð í salnum gefst líka kostur á því að koma með spurningar og það eru hér aðalega með mikrofóna sem munu fara á milli og gefa ykkur orðir þeim sem að óska eftir að taka til máls. Þannig að þetta fyrirkomulag fundarins og ég held að sé ekki eftir neinu að bíða. Ég búinn að fara yfir hvernig þetta verður hér í kvöld, ég búinn að kynna þáttakendur og við bara hefjum þá leikinn og fyrstur tekur til máls. Nú ætlum við að fara öfuga leið í stafrófinu þannig að það Haukur Hauksson fulltrúi Miðflokksins sem ríður á vaði. Gjörðu svo vel Haukur. Kannski rétt að taka það fram áður en ég hleypi Hauki hérna í pontuna að ég með spjöld, gul og rauð, þannig að 4 mínútur gult og rautt eftir 5. Gjörðu svo vel Haukur. Já, fundarstjóri, góðir fundagestir, býð ykkur öll hérna velkomin, gaman að sjá hvað eru margir. Ég fyrsti maður á lista Miðflokksins. Við höfum á síðustu vikum verið að kynna stefnumál okkar og svo ég nefni þau svona helst, þá það ábyrg fjármálastjórn, lækkun skulda, einfaldari stjórnsýsla og betri þjónusta við íbúa. Engar vindmyllur á hálsum Borgarfjarðar, lækkun álagningarhlutfalls fasteignaskatta, umbætur í sorphirðumálum, aðlaðandi umhverfi fyrir nýsköpun og fyrirtækjarekstur. Þetta svona til að impra á einhverju. Fyrst og fremst þá teljum við að sveitarfélög eigi að vera rekin eins og góð þjónustufyrirtæki. Við eigum að veita sem besta þjónustu á sem hagkvæmastan hátt. Það á að fara í framkvæmdir á grunni þarfagreiningar þar sem sveitarstjórnarfólk getur byggt ákvarðanir á en ekki hver öskrar hæst. Það hefur margt misfarist í rekstri Borgarbyggðar á síðustu misserum. Fyrst og fremst hefur kúrsinn verið settur vitlaust á okkar mati. Í upphafi árs 2023 var A-hlutur sveitarstjórnar skuldsettur 65%, í lok síðasta árs var hann skuldsettur 98%. Samkvæmt áætlun er hann skuldsettur 112% í lok ársins. Það búið að keyra sveitarfélagið í 90 milljóna króna tap á síðasta ári. Opinber áætlanagerð mjög mikilvæg. Þar hefur Borgarbyggð verið frekar aftarlega á merinni, bæði þegar kemur að framkvæmdum og við gerð fjárhagsáætlana. Mér minnir við stækkun grunnskólans í Borgarnesi sem nokkuð langt síðan, þá var það frægt að hann fór marga 10% fram úr áætlunum. Niður í eiginu átti að kosta 50 til 100 milljónir, það fór í 275 milljónir. Hagnaður í fyrra átti að vera 70 milljónir, það var 90 milljón króna tap. Veltufé frá rekstri í lok árs átti að vera 551 milljón, varð 371 milljón. Í lok 2025 átti að vera til handbært fé upp á 191 milljón samkvæmt áætlun, en það var til 41
Grunnskólinn á Kleppjárnsreykjum átti að kosta 1.070 milljónir en fór yfir 1.300 milljónir. Allt þetta misræmi setur stórt spurningamerki fagleg vinnubrögð, virðingu við viðfangsefnið og virðingu við skattfé almennings. Ég ætla að fullyrða að það hægt að gera miklu betur í rekstri sveitarfélagsins og þar erum við í Miðflokknum með vinnufúsar hendur. Þung skuldsetning og fjármagnskostnaður upp á 480 milljónir í ár ágætt að setja í samhengi við til dæmis umræður lýðheilsu sem fór fram hérna á fundum fyrir nokkru þar sem menn voru með mjög góða tillögur sem eru í þessum málaflokk sem kostuðu kannski 10 til 30 milljónir og það minnir mann á það að það bara hægt að eyða sömu krónunni einu sinni. Eftir að hafa skoðað gögn frá fjölda sveitarfélaga það mín skoðun að mörg þeirra séu illa rekin. Skuldsetning allt of mikil, stjórnsýslan þung, treystir á ráðgjöf stórra endurskoðendaskrifstofa með skuldaþol og annað og svo eltir hver annan út í vitleysuna. Langtímaskuldir, skammtímaskuldir og lífeyrisskuldbindingar samanlagt sveitarfélagsins Borgarbyggðar eru 10,2 milljarðar í lok þessa árs samkvæmt áætlun. Síðan eru hugmyndir að bæta við íþróttahúsið, það þarf að byggja við Ugluklett og þetta eru samtals 3-4 milljarðar og þá getum við lagt saman allar þessar skuldir og væntanlega skuldbindingar og deilt með tekjum sveitarfélagsins og þá skuldahlutfallið orðið svimandi hátt. Útkoman úr þessu dæmi eiginlega bara neyðarsíminn hjá ráðuneytinu sem sér sveitarfélög í krökkum. Ágætt að minna á að sama tala, eða þessi 10,2 milljarðar, var 5 milljarðar þegar framsóknarmenn tóku við hér fyrir 4 árum. Langar fólki virkilega til að komast aftur í brúin til framtíðar, þar sem hangi var á horriminni ár eftir ár og til þess að reyna að koma okkur borgvirðingum, hífa buxurnar upp okkur borgvirðinga. Nú, það góð viðbrögð við ræðunni. Haldið þið að það sé þetta sem laðar gott fólk að okkur? Ég held ekki. Ég set líka stórt spurningamerki við svokallaða skuldaviðmið sem 150%. Það ekki í lagi, það tekur ekkert tillit til vaxtastigs eða lánakjara og 150% skuldsetning allt og há. En kæru kjósendur og fundagestir, ég held að þið hafið ágætis val, það eru 4 listar hér í framboði og ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur stefnuskrána okkar í Miðflokknum. Bara gull. Takk fyrir. Við þökkum Hauki fyrir hans kynningu. Ég verð hins vegar að viðurkenna það að mér láðist áðan að kynna sjálfa mig, en ég heiti Páll Brynjarsson og stýri þessum fundi fram að pallborði þegar Gísli Einarsson tekur við. En það þá komið að næsta frummælanda og ég sé að Sigurður Guðmundsson bendir á Ragnhildi sessunaut sinn. Ég vissi þetta Sigga, hún ætti að tala, þannig að þetta var allt í lagi, en Ragnhildur gjörðu svo vel. Hún talar fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Fundarstjóri, fundagestir og kæru íbúar. Ragnhildur Eva Jónsdóttir heiti ég og skipa annað sæti á lista Sjálfstæðisflokksins fyrir komandi kosningar. Ég fædd og uppalin á Selfossi en hef búið í Borgarbyggð síðustu 11 árin. Ég gift Jónmundi Magnúsi Guðmundsinni og saman eigum við 4 börn. Við rekum sauðfjárbú heima í Arnþórsholti í Lundareykjadal. Ég með meistaragráðu í lögfræði og hef meðal annars unnið hjá sýslumannum á Vesturlandi með hléum frá því ég flutti þar til árið 2024. Og nú vinn ég á fyrirtækjasviði Arion banka. Ég hef átt sæti í sveitarstjórn, fræðslunefnd og skipulags- og byggingarnefnd á síðasta kjörtímabili, auk annarra nefnda og stjórna á vegum sveitarfélagsins. Ég trúi því að við búum á einstökum stað, þar sem náttúra, samfélag og kraftur fólks fara saman. Hér ríkir samheldni, dugnaður og vilji til að byggja upp öflugt og lifandi samfélag fyrir okkur sjálf, börnin okkar og komandi kynslóðir. Við í Sjálfstæðisflokknum viljum fjárfesta í framtíðinni, í börnum og ungmennum. Öflugt skólastarf og fjölbreytt tómstundastarf lykill að heilbrigðu samfélagi. Við leggjum áherslu á að tryggja leikskólapláss frá 12 mánaða aldri, styrkja grunn- og framhaldsskólastarf og efla frístundir, þannig að öll börn og ungmenni fái raunveruleg tækifæri til að blómstra. Við viljum berjast gegn einelti með markvissum hætti og skapa umhverfi þar sem öll börn finna til öryggis og virðingar.
Við viljum byggja samfélag á traustum grunni. Það þýðir ábyrg fjármál, skýr forgangsröðun og opið samráð við íbúa. Við viljum að fólk upplifi að þessi hluti að ákvörðunum, að þessi hlusta á sjónarmið þess og unnið sig af heilindum að sameiginlegum markmiðum. Öflugt atvinnulíf undirstaða velferðar. Við viljum skapa umhverfi þar sem fyrirtæki geta vaxið og dafnað, þar sem nýsköpun fær að njóta sín og þar sem fjölbreytt störf verða til. Við ætlum að tryggja framboð atvinnulóða, hvetja til uppbyggingar og kynna sveitarfélagi markvisst sem góðan kost til búsetu og reksturs. Við sjáum fyrir okkur öflugt atvinnulíf þar sem landbúnaður, ferðaþjónusta, fjarvinna og nýjar atvinnugreinar fara saman. Kæru íbúar, framtíð Borgarbyggðar og Skorradalshrepps björt ef við vinnum saman. Með samstöðu, framsýni og trausti getum við skapað samfélag þar sem lífsgæði í fyrirrúmi, tækifæri raunveruleg og fólk vill búa, starfa og ala sína fjölskyldu. Við hjá Sjálfstæðisflokknum tilbúin til þess að taka ábyrgð með ykkur. Takk fyrir. Já, getur fundamenn, ég þarf ekki að hafa áhyggjur af tímanum hér í kvöld. Báðir frambjóðendur hafa verið innan tímamarka en þá komið að Davíð Sigurðssyni sem talar fyrir Framsóknarflokkinn. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, komið þið sæl, Davíð Sigurðsson heiti ég og oddviti Framsóknarflokksins. Þegar kemur að kosningum þá reyna frambjóðendur að koma sér og sínu framboði á framfæri við kjósendur. Öll eigum við það sameiginlegt, sama fyrir hvaða framboð við erum, að öll viljum við gera okkar besta til að gera samfélagið okkar betra. Þá vandast málið. Hvernig ætlum við að aðgreina okkur frá hinum frambóðunum til þess að við séum álitlegri kostur en hinir? Sveitarstjórnarkosningar snúast ekki aðeins næstu 4 ár. Þær snúast það hvernig samfélag við viljum byggja fyrir okkur, börnin okkar og alla íbúa. Þær snúast það hvernig við ætlum að þróa og byggja upp þá þjónustu sem við viljum að sveitarfélagi veita okkur. Húsnæðismál stórt verkefni og langhlaup. Ungt fólk og nýir íbúar þurfa að eiga möguleika á að setjast að hér og eldri íbúar þurfa að hafa valmöguleika á að minnka við sig og komast í minna og hentugra húsnæði. Það gerist ekki að sjálfu sér. Sveitarfélagið þarf að vera virt í skipulagi nýrra lóða, lóðaúthlutunum og uppbyggingu allra innviða svo samfélagið geti vaxið með ábyrgum hætti. Þarna má ekki sofna á verðinum. Ef einn hlekkur í keðju innviða uppbyggingar rofnar, þá stefnir það samfélaginu í hættu á stöðnun. Atvinnulífið grunnur að sterkri byggð. Við erum svo lánsöm að í okkar sveitarfélagi mjög fjölbreytt atvinnulíf og við þar af leiðandi ekki eins viðkvæm fyrir áföllum í einstaka atvinnugreinum eins og sum sveitarfélög. Landbúnaður, ferðaþjónusta, byggingariðnaður svona grunn atvinnugreinarnar en jafnframt nýsköpun og alls kyns fjölbreytt atvinnustarfsemi. Við viljum búa í sveitarfélagi sem vinnur með atvinnulífinu. Innviðir skipta máli. Vegir, fjarskipti, vatnsveitur og skipulagsmál ekki aukaatriði, heldur forsenda búsetu og atvinnu. Íbúar eiga rétt á því að sveitarfélagið berjist að krafti fyrir úrbótum gagnvart ríkinu og forgangsraði fjármunum af ábyrgð. Innviðir af ýmsu tagi. Þeir stærstu götur og skólahúsnæði ásamt íþróttamannvirkjum. Innviðaskuld hefur verið mikil hjá okkur en hratt hefur saxast niður á henni á undanförnum árum. En betur má ef duga skal og við höfum fullan hug á að halda áfram að vinna hana niður. Það nefnilega þannig með sveitarfélög að það hægt að líta á það þannig að alla jafna 2 tegundir af skuldum. Annars vegar vaxtaberandi skuldir vegna fjárfestinga í innviðum og hins vegar innviðaskuld. Sú síðarnefnda hefur líka slæm áhrif, ekki kannski á fjárhag sveitarfélags til skemmri tíma, en hins vegar vill skapast óánægja hjá íbúum ef hún hrannast upp og líkurnar á því að nýjir íbúar komi og byggi hér upp og setjist að minnka, sem svo hefur verulega neikvæð áhrif á fjárhag sveitarfélags til lengri tíma. Því má heldur ekki gleyma að þó svo að það geti verið súrt að horfa fjármuni renna í vaxtagreiðslur, þá það nú þannig að þegar verið að fjárfesta í innviðum, þá alla jafna verið að fjárfesta í götum eða húsnæði til að minnstakosti 50 ára. Vegir, fjarskipti, Við hjá Framsókn óbærslega stolt af okkar verkum á liðnu kjörtímabili. Á nær öllum sviðum hefur tekist að efla þjónustu við íbúa.
í skólamálum, félagsþjónustu, íþrótta- og æskulýðsmálum og skipulagsmálum, svo nokkrir málaflokkar séu nefndir. Þrátt fyrir það hefur starfsfólki sveitarfélagsins ekki fjölgað. Skipulagsbreytingar hafa skilað farsælum árangri í rekstri. Borgarbyggð er í fararbroddi í innleiðingu stafrænna þjónustu. Í nýframlögðum ársreikningi Borgarbyggðar kemur fram að rekstur Borgarbyggðar er í góðum farvegi samkvæmt endurskoðunarfyrirtæki sveitarfélagsins og látið ekki slá ryki í augu ykkar og segja ykkur annað. Samkvæmt þeim áætlunum sem unnið er eftir til næstu 4 ára þá er ekki útlit fyrir að það breytist heldur nema menn taki stefnubreytingu. En þar er meðal annars gert ráð fyrir því að klára bæði byggingu leikskóla við Ugluklett og farið í viðbyggingu íþróttahús. Þrátt fyrir það er ekki áætlað að skuldaviðmið fari nema upp í 101% tímabundið í 1 ár og svo aftur niður. Til viðmiðunar er hámark skuldaviðmið sveitarfélaga 150%. Ég er óbúslega stoltur af því öfluga og góða fólki sem mér hefur hlotnast sá heiður að fá að leiða og vinna með í aðdraganda þessara kosninga. Þetta er mjög þéttur hópur fólks með ólíkan bakgrunn og mismunandi reynslu og við teljum okkur vera öfluga fulltrúa þversniðs okkar ágæta samfélags. Kosningabaráttan er búin að vera heiðarleg og óbúslega skemmtileg og vill ég þakka öllu því góða fólki sem jafnframt gefur kost á sér fyrir önnur framboð. Fyrir það og ég er bjartsýnn fyrir hönd okkar samfélags og takk fyrir. Við þökkum Davíð fyrir og þá er komið að fulltrúa Borgarbyggðarlistans, A-listans og það er Guðrún Vala Elísdóttir. Gjörðu svo vel, Guðrún Vala. Fundarstjóri, kæru gestir, takk fyrir að gefa ykkur tíma til þess að vera með okkur í kvöld. Ég heiti Guðrún Vala og skipa 3. sætið á Borgarbyggðarlistanum. Ég stend ekki hér vegna þess að mér finnist allt glatað í Borgarbyggð, heldur vegna þess að við í Borgarbyggðarlistanum að við vitum að það er hægt að gera hlutina betur á skynsamlegri hátt með lýðheilsu íbúa alltaf í forgrunni við alla ákvörðunartöku. Borgarbyggðarlistin er félagshyggju-framboð. Það þýðir í einföldu máli við trúum á samfélag þar sem almannahagur er ofar sérhagsmunum. Þar sem hagur hvers og eins skiptir máli, ekki bara þeirra sem að mest hafa, heldur líka þeirra sem að standa höllum fæti. Til dæmis barnafjölskyldur, eldri borgarar, fólk í dreifbýli og þeirra sem eru einfaldlega að reyna að ná endum saman. Þess vegna leggjum við áherslu á öfluga og gagnsæja stjórnsýslu. Traust er ein mikilvægasta forsenda góðs samfélags. Þegar ákvarðanir eru teknar í samráði við íbúa, styrkir samfélagið og fólk upplifir að það hafi rödd og áhrif og að þeir séu þáttakendur í samfélaginu. Eitt af því sem við höfum talað um er brákari. Við viljum að brákari verði samfélagsrými fyrir fólk, menningu og samveru sem þjónar íbúum í jafnt sem gestum. Ferðaþjónusta er auðvitað mikilvæg, en það má ekki gleyma því að það þarf líka rými fyrir fleira en túrista. Ríki hefur nýlega samþykkt atvinnustefnu til 10 ára sem á að ýta undir verðmætasköpun, stuðla hagvexti og tryggja jafnvægi milli atvinnulífs, samfélags og umhverfis. Stefnunni fylgir aðgerðaáætlun sem á að endurskoða 2 ára fresti. Við teljum að það þurfi að móta atvinnu og byggðastefnu fyrir Borgarbyggð og það ætti einnig að geta hjálpað okkur á forgangsraða í dreifðu sveitarfélagi. Jafnframt þarf að huga framtíðarþörfum, nánara samstarfi á milli atvinnulífs, menntastofnana og sveitarfélagsins og hvert við stefnum sem samfélag. Sterkt samfélag byggist nefnilega líka á fjölbreyttu atvinnulífi en það er ekki bara aðgengi að atvinnulóðum sem skiptir máli. Atvinnulíf tengist enn fremur nýsköpun. Við viljum gjarnan sjá samfélags- eða menningarhöfn fyrir menningu og listir, fjarvinnu en líka rými þar sem frumkvöðla og nýsköpunar hugmyndir verða til í heimabyggð. Þar sem fólk getur hist og mynda félagsleg tengsl og stunda afþreyingu. Félagsleg tengsl allra skipta máli enda sýna rannsóknir að sterkt félagslegt tengslanett dregur úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum, veikindi minnka og lífsgæði aukast. Við viljum standa vörð grunnþjónustu og viljum forgangsraða viðbyggingu við Ugluklett og skoða endurbætur á Klettaborg. Góð þjónusta við börn og starfsfólk
skapar öryggi fyrir foreldra og gerir sveitarfélagið aðlaðandi búsetukost. Við viljum tryggja jafnar aðgengi í íþróttum og tómstundum. Með bættum samgöngum, tómstundarrútu og nýju íþróttahúsi í Borgarnesi getum við aukið þáttöku barna og ungmenna óháð búsetu. Við myndum líka vilja skoða hvernig sveitarfélagið geti komið að ráðningu þjálfara í samstarfi við íþróttafélögin og UMSB. Á sama hátt lítum við á sérfræði og stoðþjónustu í skólum og leikskólum. Börn sem þurfa stuðning eiga að fá inngrip tímanlega og með samfelldum hætti. Það er fjárfesting í framtíðinni og ein áhrifaríkasta forvörn sem samfélagi getur ráðist í. Gleymum heldur ekki eldri borgurum, fötluðu fólki og fólki af erlendum uppruna. Við viljum áframhaldandi heilsueflingu fyrir eldra fólk. Við viljum betri aðstöðu fyrir ölduna, virkt notendaráð og fleira fagmennta starfsfólk. Við höfum einnig lagt áherslu á sveigjanlegt íslenskunám á vinnutíma í samstarfi við atvinnulífið vegna þess að við viljum gera erlendu fólki kleift að læra íslenskuna sem er lykillinn að inngildingu í samfélagið. Þetta eru mikilvæg atriði í samfélagi sem ber hag allra íbúa fyrir brjósti og eflir tengsl og inngildingu. Ég vil sérstaklega nefna fólki okkar á Bifröst sem að hingað var boðið velkomið þegar þau voru á flótta frá heimalandi sínu undan stríðsátökum. Tímabundið úrræði varð fyrir suma að langtíma búsetu. Bifröst er einn fallegasti staðurinn í héraðin okkar og við trúum því að með samtali við eigendur, hagsmunaaðila, íbúa og aðkomu ríkisins gæti Bifröst dafnað og blómstra á nýjan leik. Þarna býr mannauður sem virkja mætti til ýmissa góðra verka og gleymi því ekki að hver einasta króna sem fer í framfærslu skila sér aftur út í hagkerfið til okkar. Og við í Borgarbyggðalistanum, við viljum heldur ekki gleyma umhverfismálum, við viljum skoða kaup á jarðgerðarvélum fyrir heimilin í sveitarfélaginu, við viljum vera varkárari og bera virðingu fyrir umhverfinu og grænum svæðum í skipulags- og byggingamálum því við teljum að umhverfið eigi að njóta vafans og það þarf að sýna það í framkvæmd. Að lokum snýst þetta blómlegt samfélag þar sem fólk finnur að það tilheyri, finnur fyrir öryggi, treystir stjórnvöldum og hefur raunveruleg tækifæri til að lifa á góðu lífi. Takk fyrir. Já, takk fyrir Guðrún Vala. Þá hafa fulltrúar framboðanna lokið sínum framsöguerindum og þá raun og veru komið að næsta þætti þessa fundar sem eru pallborðsumræður og nú ætlar Gísli Einarsson að taka við stjórninni og stýra þeim umræðum. Gjörðu svo vel, Gísli. Frambjóðendur, fundargestir og þeir sem að heima sitja og fylgjast með á internetinu sjálfu, komið sæl og gleðilega hátíð. Og nú byrjar fjörið. Við ætlum að vinda okkur í pallborðsumræður og ég ætla að biðja, það hefur verið gefið kostur á spurningum úr sal og ég ætla að biðja fyrir byrjanendur að vera stuttorða. Við gerum ráð fyrir spurningum en ekki fyrirlesturum eða framsöguræðum og eins vil ég biðja frambjóðendur að svara skýrt og stutt því það er mikið af spurningum sem að býður okkar. En eins og hinnum fundunum tveimur sem að búnir eru þá ætla að byrja á svona einni spurningu áður en að við förum í spurningar úr sal og á netinu til allra frambjóðendanna vegna þess að svona þegar maður fer yfir stefnuskráðnar þá eru þar vissulega keimlíkar sem að von því að allir eru náttúrulega að stefna því sama að reka sveitarfélagið sem best fyrir og hafa hag íbúana fyrir brjósti og hérna það er þarna orðið svo þá efla, treysta, tryggja, auka, bæta, huga að, stefna að, vinna að og styðja við. Þetta er hérna svona leiðastefið sem er frábært. En við langar að fá hjá frambjóðundunum og frambóðunum hvað einkennir þeirra frambjóð og af hverju eigum við að kjósa þitt frambóð frekar en eitthvað annað. Skulum byrja hérna á miðflokknum. Haukur eða Helena, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Og það sem við höfum lagt mikla áherslu á því miðflokknum er varkárni í fjárfestingum og rekstri sveitarfélagsins. Okkur finnst skuldsetning að aukast mikið og það þarf að staldra við og þarna fara varlega í þessi mál.
það þarf auðsánlega að stækka við Ugluhlett og það er ýmislegt sem þarf að gera. Tekjur sveitarfélagsins eru 8 milljarðar, yfir 80% eru í velferðar- og fræðslumál, þannig að það eru takmarkuð fjárráð sem eru til og það eru þegar gríðarlega miklu skuldir, þannig að það þarf að fara vel yfir alla rekstur sveitarfélagsins. Síðan höfum við lagt mikla áherslu á það að það sé varðandi vindmyllumál á Hálsvona hérna fyrir ofan, að við erum á móti þeim framkvæmdum. Það er reyndar öll framboðið núna orðið móti því, þannig að það er búin að stela glæpnum á okkur. En síðan hefur við líka lagt áherslu á það að Holtavörðuheiðarlína fari efri leiðir, annarkvort vestan Kjalar að Blöndulóni eða fyrir ofan byggðina, og það er kannski þrennt sem að skilur okkur kannski að. Það er náttúrulega mjög margt sem skilur okkur ekkert að. Við höfum rætt á þessum fundum sorpbyrðumál og ýmislegt það sem að menn finna bara út úr því þegar að því kemur og eru í rauninni ekki pólitísk mál, og kannski meirihluti allra mála eru á þann veg að allir eru sammála og allir hafa hag sveitarfélagsins og íbúana í huga. Takk fyrir þetta. Sjálfstæðismenn, hvað er svona sérstakt við ykkur? Við erum náttúrulega almennt séð langflottust til þess að byrja með, en sko við ætlum að leggja áherslu á ungmenni og velferð þeirra sérstaklega, ásamt því að við stefnum að ætlum að stofna áfallateymi í sveitarfélaginu, og svo stöndum við mjög sterkt með atvinnulífinu einnig. Við höfum verið sá flokkur á landsvísu sem að höfum tekið stutt einna best við atvinnulífið á breiðu grunni, og það er það sem við stöndum fyrir umfram held ég aðra. Takk fyrir þetta. Rötan að vera flottur. Takk fyrir þetta. Og framsóknarmenn, hver er ykkar sérstaða að ykkar mati? Halló, já. Við viljum nú meina að við séum ekkert minna flott heldur en Siggi, sko, en hérna okkar sérstaða er í sjálfu sér svo að við teljum okkur hafa sýnt það í verki hér á liðnu kjörtímabili að hérna, við framkvæmum það sem við segjumst alltaf framkvæma, og við erum bara með metnaðarfulla stefnu að halda áfram á þeirri uppbyggingabraut sem er hafin, og fyrir okkur snýst þetta svolítið það hverjum treystur til þess að klára verkin. Þannig að þetta stefnir í keppni í flottheldum sem er fínt. Borgarbyggðarlisti, hver er ykkar sérstaða? Já, við erum náttúrulega með Oddvita sem er kona í fyrsta sæti. Hún er líka velendum uppruna, alin upp hérna í Borgarnesi, og hérna það finnst mér bara alltaf að klappa fyrir. Takk fyrir það. Eins og þið heyrðuð á mér áðan, þá held ég að við séum eini flokkurinn sem hefur talað málefni innflytjenda. Ég talaði atvinnu og byggðastefnu. Við höfum sett á hjá okkur forgangsröðun við byggingu og leikskólana, efling landbúnaðar og fæðuöryggis, betri aðstöðu fyrir fatlaða, göng- og hjólastíga fyrir alla. Það er svona ýmislegt sem við höfum sagt sem við höfum ekki séð hjá öðrum. Og lýðheilsumálin sem við byggjum alla okkar vinnu á kom upphaflega frá okkur, en betur fyrir að þá eru bara hinir flokkarnir líka búin að taka það upp. Og við höfum líka fjallað vindmyllur, þannig að það var ekki alveg nýtt. Þú bæta við. Takk fyrir þetta kærlega. Og þá ætlum við að taka 2-3 spurningar sem hafa borist á spurningasíðunni gegnum borgarbyggð.is eða Facebook síðu Borgarbyggðar. Og fyrsta spurningin þaðan, hún hljóðar svo: hvað ætla frambjóðendur að gera til að laða að verðmætt störf án staðsetningar? Hér vantar aðstöðu fyrir slíkt, segir í spurningunni. Byrjum bara í miðjunni núna, við ruglum þetta svolítið. Ég skal endur taka spurninguna, já. Hvað ætla frambjóðendur að gera til að laða að verðmætt störf án staðsetningar? Og hér vantar aðstöðu fyrir slíkt, segir fyrirspyrjandi, sem er nafnlaus eins og allar þessar spurningar á netinu eru nafnlausar. Byrjum á D-lista. Við trúum því að ef að samfélag okkar er jákvætt og gott, þá lögum við að okkur frekari fólk og þannig. En við munum líka bara opna skrifstofurými fyrir fjárvinnu. Það er ekkert mikið mál að koma að slíku upp, en
Ég hugsa að sko störf án staðsetningar þau koma ekkert nema að fólki langi til að koma til okkar og við þurfum sem samfélag bara að vera jákvæð og bjóða fólk velkomið til okkar. Takk fyrir þetta, Miðflokkur. Já, þetta ágætis spurning. Sko, sjálfur ég með skrifstofu bara niður í Lágmúla en vinn hálfa vikuna heima hjá mér og ég átt að vinna með þung skjöl og það sem breytti miklu var þegar að ljósleiðarinn kom. Þannig að ég held á stórun hluta héraðsins ljósleiðari, þannig að það menn geta unni með þung skjöl heima hjá sér og það breytti mjög miklu. Síðan sjálfsagt sem hentar einhverjum svona sameiginleg skrifstofurými og annað slíkt. Og náttúrulega bara jákvætt og gott samfélag og atvinnulíf en svona tæknilega þá kannski ekkert svo mikið til fyrirstöðu eins og náttúrulega bara nettenging, góð nettenging sem til staðar, allavega mjög víða, allavega heima hjá mér, hérna upp í Stafholtstungum. Þar sit ég bara upp á lofti og hitt ekki neitt, bara fínt. Takk fyrir þetta. Borgarbyggðarlistinn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Við höfum talað sterklega fyrir að skapa samfélagshöfn og að skapa samfélagshöfn það að við þurfum ekki að byggja endilega samfélagshöfn heldur að skoða það húsnæði sem að sveitarfélag ánum þegar og samfélagshöfn höfum við hugsað sem svona menningarrými fyrir nýsköpun, fyrir samveru, fyrir list en líka fyrir fjarvinnu af því við sjáum það og við fórum mikið í þessa málefnavinnu að það rannsókn frá Háskólanum á Bifröst sem hefur sýnt okkur það að fólk tilbúið að flytja frá Reykjavík á landsbyggðina ef það hefur tækifæri til þess að vinna fjarvinnu og við þurfum að vera tilbúin til þess og þess vegna finnst okkur mjög mikilvægt á næsta kjörtímabili að huga samfélagshöfn og það þarf að vera meira þarna heldur en bara vinnuaðstaða eins og ég segi menningarhöfn af því að við þurfum líka að passa að draga úr einmannleika þannig að það verði eitthvað fleira þarna með þessu vinnurými. Takk. Takk fyrir þetta og Framsókn, gjörðu svo vel. Já, það sem hægt að gera í þessu náttúrulega að gera ráð fyrir því í skipulögum á þeim svæðum sem verið að skipuleggja hér í bænum að gert sér ráð fyrir í skipulagi húsnæði undir slíka starfsemi. Það hins vegar þannig að það alltaf að færast í aukana að fólk að flytja hingað í störf án staðsetningar og stór þáttur í því eins og Haukur kom hér inn á áðan að við erum gríðarlega vel nettengd orðin með ljósleiðara tengingu hér allt sveitarfélag og fólk sækir hingað í auknum mæli og fólk horfir mikið til Borgarbyggðar. Við getum verið með kassan út, fólk horfir bjartsýnum augum á okkar sveitarfélag og akkur hefur ekki að vera bjartsýn á okkur sjálf. Takk. Takk fyrir þetta kærlega og það já, þú ert ekki sloppinn því það önnur spurning sem beint sérstaklega til Framsóknarflokksins. Af hverju Framsókn ekki búið að semja við UMSB og þannig væntanlega rátt við samstarfssamning milli sveitarfélagsins og Ungmennasambands Borgarfjarðar? Davíð og Sonja. Já, það nú bara þannig að það hafa ekki náðst samningar, það hefur ekki verið nægilegur samningsvilji vill ég meina en það hins vegar ekkert útséð með það og það bara náðist ekki að klára það núna þetta vorið en það hefur verið unnið að samningi á grundvelli nýrrar íþróttastefnu sem hefur verið unnin hér í miklu samráði í sveitarfélaginu. En fyrir ekki akkur hefur þessi samningur tekið svona langa tíma í þetta skiptið? Þetta búið að vera nokkuð lengi í vinslu? Já, það steytir bara á atriðum og ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í hver þau eru. Takk. Herru, takk fyrir þetta. Þá það spurning til Miðflokksins. Hver skoðun Miðflokksins í Borgarbyggð á orðræðu þeirra flokksfélaga, meðal annars í fjölmiðlum í tengslum við regnbogafána, hinseginleikann og fjölbreytileika? Já, það stór spurning. Við í Miðflokknum í Borgarbyggð, við stöndum bara með réttindabaráttu hinsegins fólks og hnikum ekkert frá því og við erum bara mjög mikið fyrir forvarnir bæði gagnvart slíku fólki og Ég ætla að biðja fundargesti að virða það frambjóðandi hefur orðið. Þá styðjum við ekki suma því orðræðu sem hefur farið fram í okkar flokki og svo sem í öðrum flokkum líka. Það var nú bara í gær sem að einhver í Samfylkingunni ætla að draga manni bak við vegg og skjóta hann og í öllum flokkum eru menn sem ekki með skoðanir sem eru
ásættanlegar. En í ykkar tilfelli og þannig verið að vísa í orð varaformanns flokksins, þannig að það svolítið annað heldur en einhver Jón út í bæ. Já, hann var með einhverju skoðanur það hvað ætti að flagga regnbogafánunum. Ég tek enga sérstaklega afstöðu til þess. Takk fyrir þetta. Þá skulum við fá spurning úr sal, gjarnan, ef einhver liggur eitthvað á hjarta. Og ef ekki, þá bara segjum við fundi slitið. Það er djók. Arlíus, gjörðu svo vel. Nei, Ámundi fyrir ekki. Já, góða kvöldið, Ámundi heiti ég. Ég ánægður með hvað eru margir sem vilja bjóða sig fram til forystu fyrir okkur í sveitarstjórn. En mig langar til að vita í sambandi við eyjuna. Hvað að frétta málum í eyjunni? Heyrst hefur að sá sem ætlaði að hefja þær framkvæmdir verið hættu við. Einhverju samningar í gangi þar? Langar til að fá að vita það og svo langar mig einnig til að vita það hvað að frétta veikindamálum hjá starfsmönnum Borgarbyggðar. Það einhverju hluta vegna samstarfsörðuleika innan Borgarbyggðar, starfsmanna Borgarbyggðar? Hvert beinir þessum spurningum? Til allra eða? Til meiri hlutans sem var nú síðast. Herru, takk fyrir þetta. 2 spurningar. Það var annars vegar Eyjan. Ég ætla að byrja á Brákarinni. Það sem er að frétta þar er að það eru samningaviðræður í gangi og það er fullur samningsvilji ennþá milli beggja aðila og við höfum spurt sérstaklega að þessu bara núna síðast í þessari viku að því hvort að það sé ennþá vilji til að loka samningum og hann er til staðar. Og það, eins og margir vita, þá var ráðið inn ráðgjafafyrirtæki PwC til þess að sjá samningagerð fyrir hönd sveitarfélagsins og við höfum bara verið í stöðugum samskiptum við þá ráðgjafa okkar og þeir meta það sem svo að það sé ennþá líkur á því að það muni nást hagstæðir samningar fyrir sveitarfélagið þessu uppbyggingu. Þangað til annað kemur í ljós er lítið hægt að segja. Herru, fylgir alltaf áður en að við förum í seinni spurninguna, þá langar við að beina því til hinna frambúðana hvort að þau muni, ef þau komast til valda, halda þessum samningum áfram sem þú nefnir. Eða taka upp nýja stefnu. Byrjum hérna megin. Jóhanna, eða Guðrún. Okkur langar til að skoða þessi áform baðlón og hótel. Eins og Vala kom inn á, þá höldum við að rýmið er verið fyrir fólk og svo finnst okkur þetta líka að vera smá svona sérhagsmunapot. Við viljum skoða, okkur finnst þetta ekki nógu gagnsætt, við viljum skoða bara vilja fá skýrt hvað er í gangi við varandi lóðaleigusamningana og hvort að öllum bara reglum stjórnsýslu réttar hafi verið fylgt og svo líka langar okkur að benda svolítið á. Það var frétt á RÚV daginn varandi lóðir sem Reykjavíkurborg úthluta til olíufélaganna til að byggja. Það eru lóðir sem átti byggja húsnæði á og var ekki byggt húsnæði, heldur að vera seldar fyrir 100 milljónir krónur og við höfum bara þetta svona aðeins bakveið. Þið munuð þá hætta samningaviðræðum? Við viljum sjá hvort að þessi möguleiki til þess en við viljum bara skoða á hvað forsendum þeir hafa farið fram og við viljum bara endurskoða. Já. Takk fyrir, Sjálfstæðisflokkur. Við höfum komið að þessari vinnu í sveitarstjórn í sambandi við þessa samninga eða undirbúning að samningunum og við höfum viljað sjá hvort að þeir skili ásættalegri niðurstöðu fyrir þá hagaðila sem út í eyju og meðal annars sveitarfélagsins og þeirra sem að eiga þar eignir. Ef að það næst ekki þá munum við endurskoða hlutina. Takk fyrir það. Miðflokkur. Já, við myndum vilja skoða þetta mál áfram. Við erum náttúrulega ekki eins mikið inn í þessu eins og meiri hlutinn. En ég hef hitt líka, bærin á ekki alla eyjuna, þetta eru fjöldin töluvert af húseigendum þarna og mér okkur hefur dottið í hvort það væri ráð að bærin og þessir húseigendur hafi í rauninni ekkert hafðir með í ráðum virðist vera eða litlu leyti. Þannig að okkur hefur dottið í hvort það væri kannski sniðugt að bærin og aðrir húseigendur og fasteignaeigendur í eyjunum myndi stofna eitthvað svona félag. En ég vil ekki útiloka neitt og hef ekki kynnt mér nógu mikið hvernig þessi samningar standa við þessa fjárfesta og ætla ekki að dæma það.
Takk fyrir þetta og þá tökum við seinni spurninguna frá Ámunda til Framsóknar. Varða veikindi starfsfólks sem nú svona kannski... Já, ég ekki að fara að ræða veikindamál einstakra starfsmanna hérna en við vitum það að veikinda hlutfall starfsfólks hjá Borgarbyggð hátt og það almennt hátt hjá opinberum aðilum og hérna það áhyggjuefni hversu hátt það Ég þekki ekki til þess. Takk fyrir. Fleiri spurningar úr sal? Jakob? Virkar núna. Það var að fjárfesta í mækum hérna, fjálgaðum. Herðu, góða kvöldi. Ég ætla að byrja á því að þakka þess ágæta fólki fyrir það að gefa kost á sér til að reka bæjarfélagið okkar. Það ekki sjálfgefið og veit að eigin reynslu, það mikið vinna og allt það. En mér hugnast ekki alveg þessi vindmyllutal, þá ekki að framleiða rafmagn hérna, þá ekki að leyfa flutningslínur og þá finnst maður nú eðlilegt að spurt sé, ætlum við ekkert að gera neitt sjálf. Hér eru flestar árnar á Íslandi sem fara hér svæðið. Það virkjunarmöguleiki í Kláfoss sem liggur nú bara við byggðalínuna. Það nefnir enginn svoleiðis. Það verið að koma niður gagnaverum vítt og breytt landu til að nýta orkuna og við með nóg af henni. Það nefnir enginn að virkja neitt. Mér vilja aðeins koma þessu að bara því að minnstu vera steindautt einhvern veginn að því leyti til. Eins sjáum við blómstrandi byggðir eins og upp í Biskupstungum í kringum heita vatnið. Á ekkert að gera neitt í því, enginn á stefnunni hjá flokkunum að mér finnst þetta að vera bara melló, við ætlum bara að gera betur og kannski betur en næsti eins og Gísli var, eða Fallbrynjar sem var nú að tína upp og Gísli líka. Þetta vantar finnst mér líka, það ekki minnst á tjaldsvæðin. Ég á kunningja sem að koma hér og maður að sýna þeim bæinn og tjaldsvæð, bara liggur hérna við þjóðvega 1 og gegnum mitt svæðið. Fyrir ekki, hver spurningin? Á að gera eitthvað í tjaldsvæðismálum, á að gera eitthvað í virkjunarmálum. Takk fyrir. Byrjum bara á Miðflokksmegin. Já, varðandi Holtavörðuheiðarlínuna þá gerir hún mjög lítið fyrir samfélagið nema það mjög mikil skerðing á ásýnd, það skerðing á gæðum, það skerðing á jörðum. Þannig að við teljum að lagning hennar fyrir ofan byggðina sé mjög heppilegri og að fara bara beint yfir Kjöl. Og hún til þess að fóðra í rauninni meira og minna Grundartanga frá Blöndulóni. Varðandi tjaldstæði, þá veit ég ekki betur en að hérna sé fínasta tjaldstæði, ég hef nú ekki myndað mér aðra skoðun á því. En varðandi hitaveituna þá náttúrulega, það mikið að heitu vatni hér í héraðinu og bara hægt að nýta það mun betur og mun hvetja til þess. En kemur til greina að virkja Kláfoss sem nú í þínu næsta nágrenni? Ég hef ekki kynnt mér það. Þarf lón í það eða hvað? Ég þekki það ekki. Nei, ég þekki það ekki heldur. Sigurður? Já, Jakob, ég hef skoðað Kláfoss fyrir 25 árum en það ekkert einfalt að virkja þannig að vel sé. Það og svo virkjun mun hafa smá áhrif á umhverfið þarna og þá ríður á að hvort að landeigendur hafi áhuga á því eða ekki. Og það alveg eins með vindorkun að við setjum ekki upp vindorku í hérna mót eða mikill andstöðu við þá sem að næstinni eru. Þannig að þetta byggir svolítið á því. Því ég held þó að allar spár segja okkur að það þurfi að virkja meira en ég held að við höfum aðeins að draga andan með það samt sem áður að við kafferum okkur í vindmyllum.
Það svona mín skoðun á því, en svo línurnar að við þurfum aukna flutningsgetu á milli landshluta og það liggur fyrir og það verið að vinna því að reyna að finna bestu leiðina, hvort að þessi besta leið liggi endilega gegnum þessar 20 jarðir eða í Borgarfirði. Ég tek alveg undir með þeim sem að efast að það sé réttasta leiðin. Það alveg gæti verið möguleiki að finna einhverjar aðrar eins og hefur verið bent á að væri mögulegt að fara yfir Kaldadal og norður hérna Arnarvatnsheiði, en það hefur líka áhrif á landið þar, þannig að þetta er flókin staða sem ekkert einfalt svar við. En við vitum það, held ég, bæði við sem sitjum hérna og flest allir aðrir, að það þarf að bæta í flutningsgetuna. Takk fyrir þetta. Nú ef það þarf lón fyrir Kljóflóðsvirkjun þá getur það kannski orðið baðalón og allir gera það. Framsókn, Kjölsvel. Já, takk fyrir spurninguna, Jakob. Ég held að það fari ekkert sérstaklega vel á því að sveitarstjórn fari að reyna að koma inn einhverjum virkjanamöguleikum fram hjá rammaáætlun. Þetta er bara í meðförum þingsins í gegnum rammaáætlun. Varðandi raforkuflutningana, það er nú bara þannig að við erum bara svolítið bundin af þeirri kerfisáætlun Landsnet sem að liggur fyrir. Það er bara stefnumörkun stjórnvalda og það er þó svo að ekki sé gert ráð fyrir á þessari nýju línu neinni tengingu hér í þetta hérað, þá mun þessi loka hringtenging á línunni gera það að verkum að afkasta geta vatnshamra hér inn á þetta svæði mun meir en tífaldast. Í dag eru, að við mann rétt, 6 eða 9 megavött afhendanleg á vatnsumrum, en þau verða 90. Og það býr til óteljandi möguleika hér á okkar svæði að hafa aðgengi að þeirri auknu raforku, þar að segja vonið til. Varðandi tjaldsvæðið, ég er alveg sammála því, þetta er ekki ídeal staðsetning fyrir tjaldsvæði. Við erum hins vegar, það er fátt fína drætti hér innan bæjar, eins og við vitum, þá er landslagið þannig í Borgarnesi, en við höfum hins vegar alveg velt fyrir okkur möguleikum og byrjaði að velta fyrir okkur hvar framtíðar tjaldsvæði á að vera hér á svæðinu. Ég er ekki með patentlausn við því hér og nú. Takk fyrir. Við erum með eina hugmyndin, hún er svona framtíðar músík og það er raunni rétt fyrir utan við engunir, þannig að það er svona svæði svona svipað og í Kjarnaskógi, þannig ekki inn í skóginu sjálfur heldur þar fyrir utan, geti verið svona fallegt tjaldstæði. Takk fyrir þetta. Borgarbyggðarlistinn. Takk fyrir þetta. Ég ætla að byrja á tjaldstæðinu. Við höfum rætt þetta í okkar hreyfingu í málefninu sem hefur fram síðustu vikur og við erum sammála því að það þurfi nýtt tjaldstæði, sérstaklega vegna þess að það er mikilvægt fyrir bara rekstraraðilar sem eru hér með veitingareksturs og við teljum að svona víxlverkunum geti farið fram ef að tjaldsvæðið væri miklu betra. Varðandi vindmyllur og virkjanir, að þá er að sjálfsögðu þannig að það eru mismunandi skoðanir varðandi það mál innan okkar hreyfingar, en við höldum því fram að þessi umræða þurfa að fara á málefnandi grundvelli á bara landsvísu til að byrja með. Að sjálfsögðu er það líka þannig, það sem er líka sagt samstundis, er að vindmyllur eru mögulega svona umhverfisvænasta leiðin sem er til í dag fyrir orkunýtingu. En svo er líka sagt samstundis að náttúran verður að fara að njóta vans. Við höfum gengið allt of langt og við þurfum að byrja að lifa aðeins meira í sáttasamliti við náttúrunni og svo er líka annað. Við þurfum að spyrja okkur spurninga við á Vesturlöndum, við erum neyslumikið samfélag og við þurfum að setja líka okkur mörk varðandi okkar neyslu og hvað við þurfum raunverulega og hversu mikið að hverju við þurfum ekki. Það er mitt svar varðandi þetta mál. Vala, vilt þú bæta einhverju við? Kannski bara svona að segja ykkur frá því að þegar ég ólst upp og á sumrin þá var ég í vegavinnuskúrum og þá var bara rafmagnið tekið af klukkan 11 og svo var það bara sett í gang næsta morgun og ekkert internet og öllum leið vel. Og ég er ekki að segja við að fara að þanga aftur, en við getum alveg verið hófsamari. Einu sinni var ekkert rafmagn. Það eru alþjóðlegir úttektir sem sýna okkur það að við erum alltaf neyslumikið samfélag, við þurfum að stoppa og ég vil bara svona flétta þessu samanvarni þessu umræðu hvenær er komið nóg. Takk. Takk fyrir, skýr og greina góð svör, en þá ætlum við að taka eina spurningu hérna á netinu.
Hún hljóðar svo, nú er öll þjónusta, íþróttahús og annað og nýra íþróttahús, skólinn og svo framvegis síðst í bænum, þá væntanlega áttu Borgarnes. Ætla flokkarnir að færa einhverja þjónustu norðar í bæinn? Byrjum hérna með núna á borgarbyggðarlistanum. Ætlum við að færa eitthvað þjónustu norður í bæ? Já, einhverja þessari grunnþjónustu. Já, við höfum verið svolítið í okkar valröfinu, höfum við náttúrulega verið að ræða það. Það er alltaf mikið verið að þétta niður í bæ, við erum sammála því. Og ég held að það sé mjög mikilvægt þess að gera atvinnu- og byggðastefnu því það á ekki all þjónustan að vera í Borgarnesi og hjá íþróttahúsinu. Þannig að já, við viljum gera það svo sannarlega. Takk fyrir það. Framsókn. Já, það er ekki inn í neinum skipulagsáætlunum að fara að útvíkka miðsvæðið ennþá lengra norðar. Það var tekin ákvörðun að stækka og byggja við grunnskólan niður frá á sínum tíma og þá þótti það eðlilegt að halda áfram með uppbyggingu íþróttamannvirkja í nálægð við skólahúsnæðið og það sést nú bara í mörgum öðrum sveitarfélögum að menn vilja hafa íþróttamannvirkin öll nærri hvort öðru. Það eru bara það mikil samlegðar áhrif af því. Takk fyrir þetta. D-listi. Já, sko það skal ég segja ykkur, það er ekki gert ráð fyrir því hjá okkur að færa þjónustu eða skóla eða íþróttahús norðar í bæinn, en við ætlum hins vegar að efla þjónustuna enn norðar og þá er ég að vísa til þess að efla íþróttastarfum allt sveitarfélagið og styðja vel við upp í Kleppjárnsreykjum og þar. Þannig að það má svona alltaf veltaði fyrir sér hver norðarlega við tölum. Takk fyrir það. Miðflokkur. Já, við höfum kannski ekki rætt þetta nákvæmlega og ég segi bara eins og Sigurður að mann getur að fara bara í Varmaland að nógur tími í íþróttahúsinu þar en það var náttúrulega ákveðið eða er langt komið að skipuleggja viðbætur eða viðbót við íþróttahúsið og það er væntanlega gert til þess að nýta starfsfólk og annað slíkt sem er svo sem eðlileg en Borgarnes er á nesi þannig að sko, til framtíðar þá færist byggðin bæði norðar og vestar en það er kannski svona meira framtíðarspil. Fyrirgefðu af því þú nefnir Varmaland og þá birtist á Facebook síðu Miðflokksins í dag þar sem að einræða frambjóðanda sem að sagði að komið hefði til tals að á næstu árum myndu allar íþróttaæfingar barna vera eingöngu í Borgarnesi þá í sveitarfélaginu. Hvar hefur þetta komið til tals? Og er það yfir höfuð sveitarfélagsins að ákveða það, er það ekki íþróttafélagana? Það kom sem sagt spurning á lýðheilsufundunum í tengslu við það hvað sveitarstjórn myndi gera til að sporna við því að krakkar upp í sveitum þurft alltaf að mæta í Borgarnes og æfingar. Þetta er í rauninni út frá því að við viljum ná að styrkja það þannig að krakkarnir upp í sveitum þurfi ekki alltaf að koma hingað og ef ég skil það rétt að þá er bara ferð aðra leiðina, ekki báða leiðina fyrir þess að krakka upp í sveitum sem er líka náttúrulega ekki sanngjarnt fyrir þau. Af hverju eiga þau alltaf að koma til okkar en við ekki til þeirra? Þannig að ef það er hægt að efla þjálfara upp í sveit þannig að þau þurfi ekki alltaf að koma hingað eða þá við getum komið með tómstundarútu eða má kalla það þannig að við fáum ferðir báða leiðir fram og tilbaka. Þetta er í rauninni punktur út frá því. Þannig að það er ekki rétt að leggja niður? Nei. Þannig að það er eitthvað mikilningur eða hvað? Efla þetta á einhvern hátt þannig að þau þurfi ekki alltaf að koma niður í Borgarnes en krakkar í sveitum þurfa held ég bara í flestu öllum tilfellum að koma hingað til að stunda. Nema á íþróttaæfingar hjá sínum íþróttafélögum, væntanlega? Já, en eins og fótboltinn bauð upp á því fyrir að mæta einu sinni viku á Hvanneyri á æfingar til að það væri svona aðeins drift. Ok, takk fyrir. Við vorum komið hringinn hérna með þessu spurningu. Skulum fá spurningu sal hérna. Aðsteinn, gjörðu svo vel. Já, sælveriði og takk fyrir að bjóða upp á þennan fund. Aðalsteinn heiti ég, Símonarson og bý í Borgarnesi, er uppalinn hérna upp í sveit og ég vil skora á öll ykkar,
dáist reyndar að ykkur að gefa kost á ykkur í þetta verkefni, en ég vil skora á ykkur að hafa það sem ykkar megin markmið á komandi kjörtímabili að sameina sveitarfélagið. Það er að segja að Borgarnes og sveitin, tala ekki um Skorradalur sem eru að koma nýri núna, þetta virki sem einheild. Núna 20 eða 30 árum eftir fyrstu sameiningu þá virðist ennþá vera gapandi gjá á milli sveitar og Borgarnes, sem er mjög miður. Mér langar að koma með, já, heyrðu, ég gleymdi þín reyndar, ég ætla að byrja að ég biðast afsökunar á að hleypa fundunum hér upp hérna áðan, en ég gat bara ekki annað heldur en bara orði verulega hissa þegar að hérna, nú er búin að gleyma hvað þú heitir, Haukur fyrir ekki þegar þú sagðir að þeir verið hlynnt forvörnum gegn hinsegin fólki og þess áttar. Ég get ekki skilið það öðruvísi heldur en að það er ég afhóma, en vonandi hef ég bara miskilið þig. Þú miskilið mig algjörlega. Það sem ég átti við að það væri bara að við ættum að efla forvarnir gegn fordómum. Það var það sem ég átti við. Já, ég held að þetta lykilorð hafi vantað inn í. Já, kannski. Spurningin... Já, nú kemur hún. Ein á hvert framboð, ef ég má. Já, gjörðu svo vel. Jú, sko, skal vera snöggur. Í framhaldi af því sem þú sagðir áðan, Gísli, megum við búast við því þessum 2 dögum fram á kosningu, ég tala nú ekki um á kjörtímabilinu næsta, svona bombum frá Miðflokknum eins og birtist í þessu innleggi á hérna Facebook síðunni ykkar í dag, þar sem augljóslega er bara verið að afvegaleiða fólk með einhverju fullyrðingu sem á ekkert heima. Vil þú skýrt svarið því, er þetta svona taktíkin ykkar í framundan? Það var hérna, nei, hún svaraði alls ekki því að þetta væri taktíkin hjá okkur. Hún sagði hvað þið meintuð kannski, en það var alls ekki það sem kom fram í þessu innleggi. En það er það sem hefur kannski meiri áhrif. Sjálfstæðismenn, svakalega mikill og flottur texti í hérna framsetningu sem ég er búin að kynna mér allítalega, en ég fæ ekki alveg hlutina til að ganga upp því að það kom snepillinn lúna hjá okkur núna í vikunni, þar sem að segir við ætlum, og þar held ég hafi verið númer 2 og 3 að byggja íþróttahús í Borgarnesi, parkethúsið. En í málefnaskráni sem við finnum á netinu, þar kemur fram að það í að fara allt eftir bara hvernig fjárhagurinn er og skuldir leyfa og eitthvað svoleiðis. Þannig að ég fæ þetta ekki til að rýma miða við það þegar ég tali líka um að sveitarfélagið sé þegar allt og skuldsett. Þannig að vonandi eru þið bara, hvernig fáið þið þetta til að ganga upp? Ætlið þið að byggja þetta húsið ekki? Ætlið þið að skuldsetja okkur meira eða ekki? B-listinn, það var komið aðeins inn á þetta með raflínurnar áðan, en mér finnst þetta svakalega ódýrt svar að segja að sveitarfélagið sé bundið af einhverju kerfisáætlun frá Landsnet. Það bara passar ekki. Mér hefur sýnst og heyrst að sveitarfélagið hafi mjög lítið gert á síðustu árum til að standa með landeigendum frá gagnvart þessari línulagningu. Þannig ég spyr, ætlar Framsóknarflokkurinn, hvort sem hann er einn í meirihluta eða ekki á komandi kjörtímabili, að standa með fólkinu hérna upp í sveitum og láta þeirra sjónarmið heyrast, ekki bara Landsnet 1, 2 og út í gegnum allt. Það er þegar búið að hleypa þeim allt og langt. Og þá er það A-listinn, eiga nánara samstarfi íbúa um bygginga, skipulags og umhverfismál. Ég hélt að þetta væri morales lögbundi, að það sé bara töluvert samráð, þannig að ég myndi alveg vilja vita hvað meinið þið með þessu. Takk. Takk fyrir þetta. Þetta eru ræðspurningar, alveg hérna kjarnirtar, og við tökum bara þau röð sem að spurt var í og bjóðum Miðflokknum að svara því sem til hans var beint. Ég svara kannski fyrst þarna svona sem að spyrjandi talaði um að það væri svona svolítið gjá milli Borgarnes og sveitana, þá held ég að sé alveg rétt. Ég var formaður borgfirði í þessum tíma og maður fann það alveg að þetta er eins og félögin hafa aldrei sameinast og það er bara mjög mikilvægt. Ég kann ekki aðferðina til þess að sameina allt samfélagið, en það er bara mjög verðugt verkefni. Hvernig við ætlum að haga kosningabaráttunum þessa daga sem eftir er það ekki, þú bara sér það á næstu dögum. Takk fyrir þetta, Sigurður. Takk fyrir góða spurningu, Ali. Já, sko það er allt samfélagið sem þarf að ákveða sameinast. Við þurfum bara öll að vinna saman að því. Við höfum alveg orðið var við þessi sjónarmið að við séum ekki ennþá fullkomlega sameinuð, þannig að við þurfum bara öll að taka það til okkar og virða hvort annað. Spurningin til ykkar var hvort þið ætlið að byggja íþróttahús eða ekki? Við ætlum okkur að byggja íþróttahúsið, en við ætlum heldur ekki að
kaffæri okkur í of miklum skuldum og þetta er jafnvægislist sem við þurfum að vinna að. Við ætlum ekki að byrja á því fyrir en að við erum alveg pottet á því að við ráðum við það. En við ætlum okkur að gera það á næsta kjörtímabili. Takk fyrir þetta. Framsókn, ykkar spurning var... Já, byrjum á sameiningarspurningunni að við munum að sjálfsögðu gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að reyna að sameina samfélagið hérna. Mér hefur fundist mikið áorkast en þetta virðist samt ganga í bylgjum. Það var miklu dýpri gjá hér áður en þetta er alltaf aðlagast. Varðandi það að með línulögnina, sko, ég er nú ekki sammála því að við höfum ekki staðið með landeigandum hér. Við höfum reynt að koma öllum þeirra sjónarmiðum á framfæri við Landsnet í þeim samtölum sem við höfum átt. Og það sem að sveitarfélagi getur gert í þessu er að við getum reynt að berjast fyrir því að landeigendur fái mannsæmandi bætur fyrir það land sem er tekið undir slíka línulagnir. Málið er að þetta er ekki lengur á skipulagsvaldi sveitarfélagsins. Það er búið að taka þetta undan skipulagsvaldi sveitarfélagsins, þannig að við höfum ekkert það að segja hvort línan kemur eða ekki. Það er bara þannig og við gefum ekki einu svona út framkvæmdaleyfi fyrir línunni lengur. Það er í höndum ráðherra eða raflínunefndar. En fyrst og fremst er það sem að mér finnst að okkar hlutverk eigi að vera í hagsmunagæslu fyrir landeigendur og landeigendur geti fengið mannsæmandi verð fyrir það land sem þeir eru að missa frá sér. Takk. Takk fyrir þetta. Borgarbyggðarlisti. Já, takk fyrir spurninguna. Varðandi meiri samræðu varðandi skipulagsbyggingar og umhverfismál, það erum við að sjálfsögðu að tala þarna bara eins og við höfum rætt okkur vantar atvinnu og byggðastefnu og af hverju segja það? Mér finnst til dæmis það gerir okkur skýran kannski svona farveg forgangsröðun. Ég hefði haldið því að leikskólarnir það hægt að forgangsröða þeim til dæmis og þeir ættu ekki að vera í gámum. Það er númer 1, 2, 3. Og varðandi til dæmis þéttingu byggðars, hvar átti knatthúsið að koma? Brákarey líka. Það sjálfsögðu opnir íbúðafundir hafa átt sér stað þessi mál en það er samt fólk eins og sem býr á Brákarey sem hefur sagt það, þau hafa ekki fengið skýrsvör varðandi lóðalegu samningar, varðandi umhverfismál, þá veltu þau ykkur hvort það hefði tekið tillit til umhverfis á Brákarey, varðandi plöntulegu fuglalíf. Mér finnst þetta allt vera óskýrt og ekki samræðið það sem við erum að heyra. Samangildi með knatthúsið, það er fólk sem býr á klettinum og við höfum náttúrulega fengið að heyra það að það er alltaf bara komið eitthvað mannvirki sem það var ekkert haft beint kannski samtala samráð við það. Þannig að okkur finnst að það þurfi einhvern veginn að ekkert endilega formi íbúafunda. Það er hægt að gera það við þá hagsmunaaðila sem eru þarna í kring eða með kosningu eða eitthvað svoleiðis og sama gildir græn svæði. Eins og Kveldurskutni, þetta var leikvöllur og hvenær ætlum við að stoppa varðandi þéttingu byggðar og bera virðingu fyrir náttúrunni. Það er þetta sem við erum að tala um. Takk. Takk fyrir þetta. Þá er það spurning, raun og veru þetta 2 spurningar á sama meiði sem beint til Framsóknar. Varðar einkunnir og hér er spurt, var það forgangsmál að lýsa upp leiðina á einkunnum á sama tíma og dýrar framkvæmdir voru í gangi? Og hinn spurningin er sama meiði og er svona, á þessu kjörtímabili tók forseti sveitarstjórnar sig til og hóf atvinnustarf sem í einkunnum mun fleirum standa slíkt til boða. Gjörðu svo vel. Ég get bara svarað þessu játandi. Já, það var forgangsmál. Þetta var forgangsmál hjá okkur í kosningabaráttunni síðast, ofarlega á okkar stefnuskrá. Það var búið að vera ákall að lýsa þessa leið af sérstaklega hestamönnum og fólki sem var að nýta þetta sem útivistarsvæði. Þannig að við ætlum bara ekki að láta það falla milli skips og bryggju á þessu kjörtímabili að við myndum efna þetta kosningaloforð. Varðandi atvinnustarfsemi sem var starfrækt upp í einkunnum, það stóð öllum til boða. Það kemur til löngu eftir að ákveðið var og búið var að hanna og bjóða út
framkvæmdir við lýsingu upp í einkunnir, þá var að tillögu umsjónarnefnd einkunna auglýst eftir aðilum sem að vildu koma á fót atvinnustarfsemi á svæðinu upp í einkunnum og það voru umsóknir sem bárust og þar að meðal vildi það bara þannig til að þeim datta í hug fyrirhverfandi eða forseta sveitarstjórnar og annarri mannesku að fara af stað með slíka starfsemi og þau fengu að hefja hana, en það var öllum frjálst að sækja þetta. Takk fyrir þetta. Fleiri spurningar úr sal. Gjörðu svo vel. Mikrofónin á leiðinni, kemur hann barokkandi. Já, góða kvöldið og takk fyrir hennan fund og ég óska ykkur gæfu þegar þið komið í sveitarstjórn. Það hörkuvinna, það veit ég. Mér langar að spyrja ykkur hvort að frambúðin hafi eitthvað rætt að breyta fjallskilareglugerðinni og sameina fjallskilanefndir. Þetta orðið algjör plága að vinna við fjallskilamál hérna í dag og það gjör mikla byltingu. Svo annað að fyrir 19 árum held ég þá keypti Borgarbyggð Kárastaðaland. Ég heyra aldrei orðum þar hvað þið að gera við Kárastaðaland og það ennþá mikla skuldir á því landi, við veitum það. Af hverju ekki þarna verið að skipuleggja þá smábýli eða tjaldstæði eða annað? Þetta landi láti standa þarna og einskis nýtt og reyna að laða að fólk hann í staðinn fyrir að fólk sé að byggja hér upp allar sveitir, einhverja smá bíli, nýta þetta land. Og svo annan, ég á aðeins einn frambjóðanda hérna nefna Fjölliðuna og það þykir mér miður og að við skulum ekki reyna að efla hérna starfsemi Fjölliðunar og nýta Holt. Síðan að sveitafélagi tók við Holti fyrir svona 10-12 árum síðan hefur verið algjör höðnun í Holti. Það er orðið skammar að keyra það framhjá og ég vona að þið hérna í frambóðunum gerir það að verkum að við getum litið upp til Holts. Takk fyrir. Fyrirgefðu Guðrún, hver var fyrsta spurningin? Fyrsta spurningin var hvort sameiningu Já, takk fyrir. Byrjum bara á Framsókn núna, fyrir þennan hringin. Já, takk fyrir þetta Gunnar. Varðandi Kárastaðalandi, það er nú það er verið að búið að samþykkja að hefja nú þegar deiliskipulag inn í það land fyrir svona smá bændabyggð eða þar að segja fjárhúsabyggð hér fyrir ofan Hesthúsahverfið. En sú vinna er bara á frumstigum, þannig að hún er ekki komin langt, en það var bara tekin ákvörðun það í aðalskipulagsvinnu sveitafélagsins að það yrði ekki farið inn á Kárastaðaland í næstu uppbyggingu, heldur yrði farið handi án Borgarvogarins og það land var sett inn á skipulag sem næsta íbúðabyggð, enda mun hentugra byggingaland. Afréttarmálin? Ég var ekki að tala að það byggja við Helgi. Ég var að tala landið hérna á Kárastaðabæ. Já. En varðandi afréttarmálin að þá er það bara þannig að ég held að það sé ekki vænlegt til árangurs að það komi boðun ofanfrá sameiningu slíkra deilda. Frumkvæðið þarf að koma frá fjallskiladeildunum sjálfum og frá bændunum sjálfum. Hitt er aldrei vænlegt til árangurs og ég ætla að leyfa Sonju að svara hinnu. Gott að ég þarf ekki að svara þessu með fjallskilinu, það stetti svolítið tóm. Gott að hafa Davíð sterkan þar inni. Varðandi Fjölliðuna eða ölduna, þá vitum við það á þessu kjörtímabili var þeim fundi stað upp á Sólbakka. Það var í rauninni ekkert annað húsnæði í boði, en það er spurning hvort að það sé í rauninni réttu staður sem framtíðarhúsnæði. Það fer náttúrulega fram, það er mjög mikilvæg starfsemi og við viljum standa vörðum þá þjónustu sem við þar veitum. Varðandi Holt, þá er Holt ekki í eigu sveitafélagsins, það er í eigu Þroskahjálpar, en það er nú samt gaman að segja frá því að Borgarbyggð ásamt sveitafélögum á Vesturlandi eru búin að undirrita vilja yfirlýsingu að við Þroskahjálp skammtímavistun þar. Þannig að vonandi fer bara Holt aftur að fara að fá sinn fyrri
sess hérna eins og áður var. Takk fyrir þetta, borgarbyggðarlistinn. 3 spurningar og 3 svör. Kæra þakki Guðrún fyrir þessar spurningar. Varðandi fjallskilamál að þá ætlum bara að taka undir svari hérna sem frá Framsóknarflokknum að auðvitað styðjum við sameiningu en umboðið þarf að koma neðan frá, ekki frá okkur. Fólki sérfræðingar, ekki við í þessu. Varðandi Kárastaðina þá þakka ég fyrir þá ábendingu. Ég hef oft hugsað þetta sjálf og þetta kom ekki inn í okkar málefnaskrá en þetta fín ábending og ég veit að við munum svo sannarlega fjalla þetta. Varðandi fjölöðina þá kom ég inn á það að við viljum gjarnan hafa betri aðstöðu og betri þjónustu og varðandi Holt það þekki ég líka til sem sérkennari hérna í gamla daga og hérna átti þar nemendur sem að fóru að dvöldu í Holtinu og ég fagna því að Þroskahjálp og Borgarbyggð séu komin í samstarf. Það vil svo til að framkvæmdastjóri Þroskahjálpar er vinkona mín þannig ég sé bara það blúsandi möguleika. Fólki okkar, þetta viðkvæmur hópur og við þurfum að hlúa að þeim alveg allan hátt eins og við getum. Takk. Takk fyrir þetta kærlega, Miðflokkur. Gjörðu vel. Já, varðandi fjallskila nefndi þetta, þá held ég sín og sammála Davíð að bændurnir verða að leysa þetta sjálfur en þetta örugglega mál sem töluvert brýnt. Það náttúrulega fé hefur fækkað mjög mikið, gríðarlegt landsvæði en ég held að það sé betra að þeir komi sér saman það. Ég verðum bara viðurkenna það, bæði varðandi Kárastaðina og fjölöðina, þá höfum við nú bara ekki kynnt okkur það því miður. Takk fyrir og D-listi, gjörðu þið svo vel. Takk Gunnar fyrir góða spurningar. Ég ætla að reyna að svara með öllum fjallskilamál. Við erum að vinna í endurskoðun á fjallskilareglugerðinni. Það er vinna sem heldur áfram á næsta kjörtímabili. Og ef að formenn fjallskilanefndana og fjallskilanefndirnar vilja fara í sameiningu þá er að gera að koma því áfram inn í þessa breytingu þannig að þurfi ekki að fara að breyta strax aftur en auðvitað þurfa sameiningar hugmyndir að koma úr grasrótinni en við erum með það í okkar stefnuskrá og við styðjum við það ef það kemur frá grasrótinni og erum tilbúin að hjálpa til ef við áhuga fyrir því. Hvað var það Kárastaðaland, þá veit ég ekki hver skuldsetningin á landinu er nákvæmlega en við erum með það okkar stefnuskrá að skoða smábílabyggð þar svona svipað og er gert fyrir utan Selfoss þar sem þú kaupir svona 1,5 hektara og máttu vera með dýr svona fyrir þá sem hafa áhuga á þess háttar búskap. Varðandi ölduna þá fórum við þangað í heimsókn og heyrðum í þeim. Þau hafa miklar áhyggjur á staðsetningunni sinni þannig að við viljum endilega reyna sem við getum til þess að finna betri staðsetningu fyrir ölduna neðar í bænum með þjónustuna meira í kringum sig þannig að geta nýtt það betur. Það er svolítið svona eins og geymsla að vera upp á Sólbakka. Varðandi Holt þá er ég ekki nægilega kunnug því en að heyra það að það sé að fara á stað aftur, ég fagna því, bara frábært. Ég held að ég sé búin að svara öllum spurningunum, er það ekki? Já, takk. Takk fyrir þetta, kærlega. Þá skulum við taka spurningu af netinu. Ég reikna með að henni sé beint til Framsóknar kannski. Fyrst og fremst, hún er svona seinasti meirihluti kom af stað og hannaði fór á stað og hannaði lóðir í Bjargslandi. Núna 4 mánuðum seinna eru þær ekki ankomnar til úthlutunar. Af hverju tekur þetta það byrja 6 ár, er spurt. Ég býtu nú til ég endur flytja spurningunni, ég skil hann ekki alveg. Nei, ég ekki heldur, þannig að enda samt ég hann ekki, ég fullir ekki að þetta sé réttar fulleringar hér en svona er spurningin. Seinasti meirihluti fór á stað og hannaði lóðir í Bjargslandi. Núna 4 árum seinna eru það ekki enn komna til úthlutunar. Af hverju tekur þetta það byrja 6 ár, segir hér. Já, ég held ég skilji þetta núna. Já, ég var vonað að þú skildir þetta betur en ég. Það er væntanlega átt við þær lóðir sem var samið á síðasta kjörtímabili við fyrirtæki sem var Slatti og var samstarfsverkefni Borgarverks, Steypustöðvarinnar og Eiríks Ingólfssonar. Hverfinu var í heild sinni úthlutað til þessa félags og þeir áttu að sjá gatnagerð í hverfinu í staðinn
og þeirri gatnagerð nú að ljúka og þeir eru að fara að úthluta lóðum núna í því hverfi. Jafnframt var núna í upphafi þessa kjörtímabils farið af stað í að deiliskipuleggja lóðir bak við klettin sem að heitir núna Fjóluklettur, það mun heita Fjóluklettur hringinn í kringum klettin og þar lentum við í töfum í skipulagsferli vegna þess að það þurfti að breyta aðalskipulagi og þar lentum við í töfum í þeirri aðalskipulagsvinnu vegna færslu hringvegarins þarna fyrir utan. Þannig að þetta tók lengri tíma skipulagsferillin í því máli heldur en svona alla jafna ætti að gera, en við erum þó allavega komin á þann stað að gatnagerðin langt komin og henni á að ljúka núna í sumar. Þannig að á báðum þessum stöðum verður úthluta lóður núna strax í sumar. Þá hljóðnar bærinn þarna megin. Ég skilji þetta ef þið farið í kaupfélagið, það hérna, eða húsasmiðuna, það ansi líflegt á daginn núna, út á Högborum. En við skulum fá fleiri spurningar úr sal ef eitthvað eru. Ernir Daði, gjörðu svo vel. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur. Mér langar að spyrja, hvernig getið þið beitt ykkur fyrir því að bæta þátttöku barna og ungmenna í íþrótta- og tómstundamálum í Borgarbyggð? Takk fyrir þetta. Við skulum bara byrja hérna megin núna. Já, takk fyrir spurninguna. Við getum gert það meðal annars með því að efla frístundastyrk, með því að setja meira fjármagn í íþrótta- og tómstundamál og með því að efla samgöngur. Og við í Borgarbyggðarlistunum höfum verið með þá hugmyndavinnu að gera svona samráðsvettmál með ríki, stéttarfélögum og sveitarfélögum til þess að skapa samgöngu og samrýma tómstundar skólarút. Og við höfum svona farið smá í þá vinnu og heyrt í bæði í ríkisstjórninni, í ríkinu og í stéttarfélögum. Þannig að við teljum að þessi þrjú atriði séu svona mikilvægast til þess að efla íþróttaiðkun hjá börnum og ungmennum. Takk fyrir þetta. Farmsókn. Takk fyrir þessu spurningu, Ernir. Ef við byrjum bara á tómstundastarfi, þá höfum við í huga hjá Framsókn að lengja opnunartíma í félagsmiðstöðinni Óðal. Það hefur rauninni tvær ástæður. Annars vegar að auka aðgengi að því félagsmiðstöðastarfi sem þar stendur til boða, en auk þess svo að þau börn sem sækja íþróttir og tómstundir hér niður í Borgarnes hafi öruggan viðverustað meðan þau eru hér niður frá og geti þá einnig stuðlað á betri sameiningu þegar ungmennin hittast saman í félagsmiðstöðinni alla daga, að þegar hún er í opin alltaf alla virka daga til 5 eða 6. Þá varðandi íþróttirnar, þar sem að sveitarfélagið getur gert, það að setja fjármagn inn í íþróttarhreyfinguna sem að aftur hefur það líka verkefni saman með sveitarfélaginu að efla íþróttaiðkun barna og ungmenna. Það okkur öllum til hagsbóta. Það getur við gert bæði með rekstrarstyrk inn í íþróttarhreyfinguna, starfsstyrkjum og með því að auka frístundastyrk, og það einmitt það sem við höfum í hyggju, að auka frístundastyrk 50%. Svo það líka bara okkar svona sameiginlega sýn að sveitarfélaginu, hvernig samfélag viljum við vera, hvernig foreldrar viljum við vera, hvernig ömmur og afar viljum við vera, hvernig getum við virkað betur saman sem samfélag við að virkja okkur og virkja þar á leiðandi. Við erum fyrirmyndir barnan okkar, við þurfum að gera þetta allt saman, en þar getur bara sveitarfélagið verið styðjandi. Takk fyrir þetta, kærlega, og D-listi. Já, við erum með ákveðnar hugmyndir í þessum málum, þar sem við leggjum áherslu á börn og ungmenni í okkar stefnuskrá. Það bara hópur sem við teljum rosalega mikilvægan. Okkur langar til þess að tala við íþróttarhreyfinguna, listaskólan og grunnskólan og reyna að koma á svolítið meira samstarfi, og meðal annars með því að koma á einu gjaldi fyrir íþróttir og tómstundir fyrir 1. til 4. bekk, þannig að þau börn sem í 1. til 4. bekk hafi kost á að prófa sem mest og finna sér eitthvað skemmtilegt að gera, og það getur verið gríðarlega íþyngjandi að þurfa að borga æfingagjöld í öllum íþróttum sem barninni langar til þess að prófa. Þannig að okkur langar til þess að athuga hvort þetta geti virkað. Einnig höfum við áhuga á því að
tala við íþróttarhreyfinguna og hækka frístundastyrk og þrepaskiptunum. Þannig að hann sem sagt hækkar eftir aldri, af því að það bara einfaldlega þannig að æfingagjöld og kostnaður við íþróttir og tómstundir þau eiga til að hækka með aldri barnanna. Því til viðbótar viljum við hefja samtal við Strætó að reyna að auka þær ferðir sem voru skertar áramót, þar sem að því að við vorum að tala tómstundaakstur áðan, þá erum við með tómstundaakstur úr sveitunum og niður í Borgarnes og Strætó hefur verið með heimferð klukkan 6. Leið 81 fyrir Borgarfjarðarhringinn og leið 58 á vestursvæði. Og okkur langar til þess að taka samtalið og athuga hvort það sé ekki hægt að auka þetta til þess að börnin komist heim, þannig að það þurfi ekki alltaf að sækja þau. Það gæti líka alveg orðið til þess að það einfaldara fyrir börn að stunda íþróttir og tómstundir, af því það hafa ekki allir foreldrar kost á að vera skull og sækja alla daga. Þannig að þetta svona helsta sem okkur langar að leggja áherslu á varðandi að efla íþrótt- og tómstundastarf hjá þessum aldri. Takk fyrir og Miðflokkur, gjörðu svo vel. Já, við værum til í að styrkja eða hækka frístundastyrk til að veita öllu möguleika á að taka þátt og koma af stað þessari tómstundarútu. Ég held að það myndi styrkja þetta töluvert líka, sérstaklega fyrir sveitakrakka. Og ég mjög sammála því að lengri opnunartími félagsmiðstöðvanna Óðals gæti ýtt undir þetta líka. Takk. Takk fyrir þetta og við kannski höldum áfram sama með því. Það önnur spurning tengt í íþróttum og útivist sérstaklega. Ætla frambjóðin að klára göngustíg Borgarvog, það segja kaflana fram hjá íþróttahúsi og yfir Fitjarnar á kjörtímabilinu. Byrjum bara þarna megin aftur. Já, þarna væntanlega átti kveldúrskotuna við íþróttahúsið. Já, og jú, hann tengist Borgarvogi vissulega. Já, við höfum áhuga á því að bæta það. Já, takk fyrir. Stutt og laggott. Og stutt og laggott já. Þú ert stutt og laggóður, Sigurður. Framsson, gerðu svo. Já, við höfum áhuga á því að halda áfram að byggja upp þetta göngustígakerfi. Það búið að hanna, það var hannaður göngustígurinn áfram leið og hönnuð var brúin hér við endan á Kveldúrsgötunni fyrir Klettin og það búið að hanna stíginn áfram alla leið að íþróttahúsinu, þannig að við höfum fullan huga á að halda þessu áfram. Núna í ár verið að klára styrkja og beturumbæta stíginn meðfram Kveldúrsgötunni sem hefur sífellt verið að renna úr gegnum tíðina. Takk fyrir og borgarbyggðarlisti. Já, takk. Við viljum móta heildstæða framtíðarsýn fyrir göng- og hjólastiga í sveitarfélaginu og við viljum vissulega klára þetta. Það sem við höfum til dæmis velt fyrir okkur, það var nú bara gaman að geta skokka eða hjóla upp á golfvöll. Þið veitir, það bara ekki hægt og með fullri virðingu fyrir hestamönnum að þá hafa nú reiðgötur haft mikið forgang umfram hjólreið og gangandi fólk. Mér langar svo líka að bæta við varandi tómstundaspurningana áðan og ég vona ég megi það. Við viljum gjarna líka hafa fjölbreyttari tómstundir. Það eru bara ekkert öll börn sem að fíla það að vera íþróttastarfsemi. Við viljum bara bjóða upp á útiveru, listsköpun, tónlistarsmiðjur, skák og ýmislegt fleira. Mér er að leshópa, það er svo margt hægt að gera. Það er ekki alltaf bara að hugsa íþróttir og svo fekk ég frábæra hugmynd. Þegar þið töluðum þrepaskipt, gjöld með við aldur, þá fór ég, af hverju þrepaskiptum við ekki eftir tekjum? Þannig að þeir sem eru tekjulægstir að þeir fái hæstust frístundastyrkina og þeir sem eiga mestan pening þeir fái minnstan eða engan. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Fleiri spurningar úr sal. Þarna aftast Eiríkur. Já. Þetta allavega hefur góð áhrif á allavega. Já. Það alltaf búið að redda íþróttaiðkunni Jakobs kvöld. Nei, já. Jæja, halló. Svona, já, þetta alltaf hátt. Ég ætla að lækka þetta eins. Góðan daginn, Eiríkur ég, kvöldið. Ég nú á þeim aldri og börnin minna, ég nota nú lítið að þjónustu sveitarfélagsins annað en íþróttahúsið, þar sem ég fer og ligg í heitum pottum með
meðaldra mönnum og svo þetta hús hérna, hingað kemur til þess að gera eitthvað skemmtilegt og skapa. Og ég er svona pínlítið hugsi yfir því að ég hef yfirleitt mætt mjög góðu starfsfólki á öllum stöðum og allir að vilja gera til að gera það besta í öllu. En ég hef pínlítið áhyggjur af því hvað þetta sko kemur út þannig að mér finnst alltaf verið að mála heitupottana eða skipta efni í þeim eða þeir eru lokaðir vegna klórblöndunar vandamála. Og starfsfólki er frábært og ég ætla ekki að setja út á það að nýbúið að gangi gegn einhverjar breytingar og eitthvað. Ég hefði á tilfinningunni að þegar við tölum innviða skuldir að kannski hafi hingað, eða svona í gegnum tíðina eða svona allavega undanfarið, ekki verið hugað nógu vel að bara eðlilegum rekstri á eignum okkar. Og þetta er nú bara það hús sem ég nota mest, pluss og þetta hérna, og það er sömu sög að segja hér að hver ætlar að kaupa nýja mixer og nýja snúrur, þið heyrðu hérna áðan, hver ætlar að kaupa nýtt hljóðkerfi. Það er ýmislegt svona sem fer að drappast niður og pínu ábyrgðarleysi. Spurningin er fyrir ekki að ykkur? Þykir ykkur ekki þurfa að gera smá tiltekt í svona rekstri á þessum eignum? Það er ekki nóg að kaupa og byggja, það þarf að reka og viðhalda tækjum og búnaði. Mér finnst það aðeins vant upp á það. Hver er ykkar sýn og eruð þið með eitthvað á stefnunni að bæta úr þessum málum? Takk. Takk fyrir þetta. Byrjum bara hérna megin. Já, takk fyrir spurninguna. Og okkur finnst kostnaðareftirlit almennt ábótavant, sérstaklega varðandi byggingamál. Og vandinn er að sjálfsögðu kannski ekki bundinn beint við Borgarbyggð, heldur allt Ísland. Það er bara verið að fara svona langt fram kostnaðaráætlun varðandi margt og okkur finnst að það að virkja bara markvisst kostnaðareftirlit varðandi byggingarmál. Já, takk. Takk fyrir þetta og Björnlisti. Já, ég held að það hefur nú ekki alveg verið spurningin en ég er alveg sammála því að það þarf að stórauka viðhald niður í íþróttamiðstöð og það er allir meðvitaðir mikla innviðaskuld þar er búnaður farin að ganga úr sér og ýmislegt sem þarf að betur bæta en það er þó hafið og við erum byrjuð að taka gamla íþróttahúsið í gegn og búið að taka bæði karla og kvennaklefana og skvera þá upp. Það var tekin ákvörðun það samhliða uppbyggingu íþróttamannvirkja að taka íþróttahúsið allt saman í gegn og það er samhliða þarfagreiningu fyrir viðbygginguna á parketthúsinu. Þá er búið að móta hönnun á því hvernig eldri hlutin verður nýttur sem best og það er alveg óbúslega nauðsynlegt að vera komið með það í hendurna, hvernig þú sérð fyrir að munu nýta húsið áður en þú ferð í dýrar endurbætur á því. Þannig að nú er hægt að byrja að vinna eftir þeim plönum í viðhaldi á því húsi. Takk fyrir þetta. Ertu búinn? Já, en það hefur, ég má ekki gleyma því, það er náttúrulega verið að endurnýja líka rennibrautirnar í sundlauginni núna í maímánuði og þú átt eftir að vilja prófa þær þegar þær eru komnar upp. Þú átt skíluna í það. Délist ekki svo vel. Eiríkur, við skulum fara saman í rennibrautirnar þegar þær eru komnar upp. En svona almennt séð að þá eru margir betri eigendur fasteigna heldur en opinberir aðilar. Það hefur oft komið í ljós. En að eiga eignir er viðvarandi vinna að halda þeim við og við munum bara gera okkar besta í því að sinna því eins vel eins og kostur er. Ég held ég get ekki svarað þessu öðru. Takk fyrir og miðflokkur. Já, ég hefur ekki þessa reynslu af heitupotana, ég fyrir oft í heitupotana og mér finnst bara frábærir og núna verða að gera nýja búningsklefa sem er náttúrulega mikið framför en þetta er náttúrulega bara á við allar stórar opinberar byggingar að það þarf reglulegt viðhald og það þarf auðvitað að gera þarna mjög margt og hérna líka, við munum allavega að kaupa snúrur. Já, þessu verður allur reddað. Það eru fleiri spurningar á sal. Inga Dóra var búin að biðja orðið. Kemur Viktor skeiðandi, hann er komin í 3400 skref.
fer hækkandi. Já. Komið þið sæl. Ég vil bara þakka ykkur frambjóðendur fyrir það að fara í þessa vegferð og heilmikil vinna framundan. Og ég vil líka nýta tækifærið og þakka ykkur fyrir komuna í Brákarhlíð. Við fengum öll framboðin í heimsókn. Ég er starfandi framkvæmdastjóri Brákarhlíðar. Því tengdu þá langar mig til þess að spyrja ykkur út í málefni eldri borgara. Svona hvaða áherslur þið eru með sem ég ætla að biðja ykkur að draga fram og hvaða stefnu þið hafið í þessum málaflokki. Þetta var annað. Hitt það að nú ætla ég að biðja ykkur að fara fram til ársins 2030. Kjörtímabilið er liðið og ég ætla að biðja ykkur að segja okkur það sem að stendur upp og hjá ykkur að þið, eitthvað þrennt sem að þið eru stoltust af. Takk. Þannig að þú ert komin á kosningafund fyrir næsta kjörtímabil. Takk fyrir þetta. Við byrjum Miðflokksmegin. Það er spurt annars vegar áherslur varðandi og stefnu varðandi eldri borgara og hins vegar hvernig sjáu eitthvað fyrir að afreka skrána eftir 4 ár? Já, við í Miðflokknum fengum eins og aðrir kynningu á Brákarhlíð og það var bara virkilega gaman að sjá heimilið. Það er staðið af öllu þar að miklu metnaði og mann er bara líka við að hlakka til að fara. Ég vildi helst fara með Gunni Fjellsteð að vera þar og það er örugglega bara stuð í það. En eitt sem maður lærir hratt þegar maður er í frambúði og maður sér til dæmis með Brákarhlíð, það er bara staðið með miklu metnaði af því. En það er kannski minni þjónusta við eldra fólk til sveita. Matur í hádeginu er bara keyrður hér í nágrenni Borgarnes og síðan er minni heimaþjónusta til sveita. Þannig að ég myndi vilja að það sé jafnað, þannig að fólk til uppsveita hafi sömu þjónustu hér í Borgarnesi. En almennt finnst mér gríðarlega vel staðið að þessum málum hér. Hvernig verður staðan eftir 4 ár? Það er spurt líka. Þá er ég komin á Brákarhlíð. Já, ok. Það er líka gott svar. Það er vel gert. Délist ykkur að svæl? Já, takk. Varðandi öldrunarmálin þá höfum við á okkar stefnuskrá að gera stefnu í öldrunarmálum og okkur langar líka til þess að halda fram í Janusarverkefni sem hefur verið bara gríðarlega vel sótt. Þú spurði líka þú baðst mig að ég myndi mér árið verið 2030 og kjörtímabilið var liðið og hvað ég hefði verið ánægðust með. Ánægðust með, það er, ég trúi því að það verði orðin aukin þáttaka barna og ungmenna í íþróttum og tómstundum. Börnunum okkur er farið að líða betur, þeim líður vel í skólanum, þau blómstra. Það er svona fyrsta. Við verðum búin að byggja leikskólan Uglklett, við klárum það. Íþróttahúsið er komið vel á veg og já, það er svona þrennt af því sem að ég myndi halda að væri komið í gegn 2030, en mér finnst þetta fyrsta, það er að mikilvægasta, mínu mati. Takk fyrir þetta og Björlisti, gjörðu svo vel. Jú, takk fyrir spurninguna. Stefna okkar í framsókn er sérstaklega í ljósi þess að aldurspíramídin í sveitafélaginu er að breytast. Eldri íbúðum er að fjölga og þess vegna þarf að huga vel að þessum málaflokki til framtíðar. Við viljum að íbúar hafi tök á því að búa sem lengst heima. Svo að það sé mögulegt þá þurfa þeir að hafa aðgengi að ýmiss konar þjónustu, meðal annars Janusarverkefninu eða annarri styrktarþjálfun eins og Íris Grönfeldt hefur farið með og leiðandi af íþróttamiðstöðinni. Þannig getum við styrkt fólk bæði líkamlega og félagslega. Þá er það einnig, við erum aðilar að verkefninu Gott að eldast sem hefur verið að reyna að koma á í öllu sveitafélögum á Íslandi og við erum eitt af svona leiðandi sveitafélögum þar. Það er svona sameiginleg þjónusta sveitafélagsins, Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og félagsþjónustunar
og það er bara verkefni sem við viljum halda áfram og vinna með. Við viljum efla félagsstarfið. Það er ekki rétt að það sé ekki keyrt matur út í sveitir. Ef einhver aðili upp í sveit óskar eftir að fá matabekka þá getum við ekki mismunað íbúum okkar, þannig að það er bara ekki þannig að endilega enginn sem er að óska eftir því. En svo er það aftur á móti hitt, sko, hvort ef við erum að keyra matabekka, hvort er maturinn eða samveran er það sem að skiptir meira máli. Þannig að það væri spurning hvort það væri hægt að efla frekar samverustaði upp til sveita fyrir það sem að fólk getur komið saman og borða saman og nærst bæði líkamlega og andlega. Og svo þurfum við einnig að huga til framtíðar húsnæði dagþjálfunar í Brákarhlíð. Það mun örugglega vera sprungið eftir 10-15 ár. Þá þarf að huga að því í samstarfi við eigendur Brákarhlíðar hvernig er þetta að vinna að stækkun þessi rýmis. Og já, það er margt að taka þegar kemur að öldrunarmálum. Ef við horfum til 2030, þá langar mér helst bara að búa í samfélagi þar sem að íbúarnir eru stoltir og ánægðir og glaðir að búa í sveitafélaginu Borgarbyggð. Geta verið stoltir af bæjarbragnum, stoltir af sveitinni. Við búum í hreinu samfélagi með góðu útivistastígum, göngustígum og íbúar séu virkir í þátttöku í íþróttastarfi. Þannig getur sveitafélag verið styðjandi, til dæmis með uppbyggingu eins og íþróttamannvirkjunum. Ég sé einmitt fyrir mér að parketthúsið verði vel á veg komið. Við verðum komin með stækkun á Uglukletti og einnig hort verði til endurbóta á Klettaborg, því að við viljum að þær lóðir sem eru búnar að skipuleggja í sveitafélaginu verði komnar í nýtingu, fjölskyldur verða fluttar í húsin, börn verði komin í leikskólana og við verðum öll glöð. Já, var það þrennt? Ó, fyrirgeðu. Já, takk fyrir. Já. Við þurfum ekkert að funda þarna 2030, þetta er allt komið fram. Borgarbyggðarlisti, gjörðu svo vel. Takk fyrir, ég ætla að fá að svara þessu eldri borgari, það styttist náttúrulega í þá að ég verði eldri borgari. Er Gylfi ekki örugglega farinn? Sko, við viljum náttúrulega, eins og við sögðum á, við viljum halda áfram heilsueflingu. Hvort það er Janus eða hvort að við gerum þetta einhvern veginn sjálf, það er bara mjög mikilvægt að halda því áfram. Ég ræddi hérna í upphafi, félagsleg tengsl, sterk félagsleg tengsl, þau ýta undir betri heilsu, draga úr veikindum og fólki líður betur, meiri lífsgæði. Við viljum, ég áður talað að ég er ekki mikið fyrir messur og harmoníkuleik, ég vil eiga að kosta á einhverju þegar ég verð eldri, eiga að kosta á einhverju fræðslu, einhverju afþreyingu, einhverju skemmtilegu og ég held að það sé fleira fólk sammála mér. Við höfum velt fyrir okkur einhvers konar námskeiðum og það er aðeins eftirspurn að aukast námskeiðum. Ég var til dæmis að skoða lýðheilsuskóla fyrir eldri borgara út í Danmörku, það er margt hægt að gera. Við viljum virkja notendaráð eldri borgara, það sé ekki bara að nafninu til. Og svo náttúrulega vitum við líka að eins og var talað að píramídin er að breytast, við erum að eldast og við lifum lengur og það þrengir að það vantar fleira faglært starfsfólk í umönnunarstörfum og ég veit að það er á dagskrá hjá ríkinu að fjölga og það er líka munum við bara styðja við og vonandi, já, getur bara gamalt fólk verið mjög ánægt og liðið vel í Borgarbyggð. Já, takk. Ég ætla að svara spurningunni ef ég myndi fara til ársins 2030. Það sem ég myndi vera stoltust á þar væri húsnæðisstefna. Og nú hefur Reykjavíkurborg náttúrulega farið í verkefni hagkvæmt húsnæði. Og það er verkefni þar sem að úthlutun lóðar til byggingaraðila er gert með því skilyrði að það er alltaf fyrstum kaupendum og það er gert með ódýrari hætti. Meðal annars að eigendur með ekki hækka söluverð íbúðana umfram vísitölu. Síðan er það líka þannig að óhagnaðardrifin leigufélög mega líka selja íbúðir og við þurfum að skoða þau skilyrði. Og við þurfum að skoða þær lausnir vegna þess að ESS-reglurnar hafa rýmt fyrir slíkar undanþágur og sem sveitarfélög ættu að fara bara að skoða þær lausnir og fara í nánari samstarf við óhagnaðardrifin leigufélög. Síðan þurfum við líka að skoða það í þessari húsnæðisstefnu að byggja húsnæði sem falla undir hlutdeildarlán og síðan síðast en ekki síst að þá eru þessar nýbyggingar, við erum með skrifstof
braut 55. Það er ekki aðgengi fyrir fatlaða. Þannig við þurfum að huga að áframhaldandi húsnæðisstefnu og huga að húsnæði, fjölbreyttari húsnæði sem mætir fjölbreyttari hópi og er fyrir alla. Númer 2, þá myndi ég vilja sjá samgöngur allt sveitarfélagið. Það sem myndi byrja í Borgarnesi, fara hringinn, Bifröst og hinga í Borgarnes. Virkar samgöngur þar sem við erum að samrýma skóla og frístundaraksturs. Og við myndum vera að fara í samráðsvettvang með ríki, stéttarfélögum og sveitarfélögum varðandi þau mál. Og síðast en ekki síst... Já, eldsnögt, nú þurfum við að fara að vera stuttorð því að það er síðast en orðið ekki framorðið. síst myndi ég vilja fá sálfræðiþjónustu í Borgarbyggðinni að fjármagn frá ríkinu kemur á næstu kjörtímabili og við þurfum að tryggja það að hún komi á landsbyggðina líka. Takk. Takk fyrir þetta kærlega. Hverjir voru búin að biðja það er hérna 2, já, og 3. Þú ert næst, gjörðu svo vel. Hver þá? Hérna megin, hlauftu drengur, hlauftu. Ég er að togna hérna. Hæ, mín spurning til ykkar er, hvernig getið þið hjálpað íbúum að gera sveitarfélagið skemmtilegra? Og þá kannski sérstaklega Borgarnes. Ég er svona aðalega, mig langar svona þannig að þið hafið samanburðið hugsað til eins og Hafnarfjarðarbær er. Það er mikil menning, mikil stemming þar, mikil gróska. Hvað getið þið í ykkar sæti sem sveitarstjórnarfulltrúar gert til þess að hjálpa íbúum að nálgast meira svoleiðis stemmingu? Og mig langar líka að spyrja ykkur hvað þið sjáu fyrir ykkur að gera til þess að gera bæinn aðlaðandi búsetukost fyrir krakkana sem eru að koma á heimavistina hjá Menntaskóla Borgarfjarðar. Vegna þess að það er búið að byggja frábæra heimavist núna sem hefur verið tekin í gagnið, við erum með frábæra menntaskóla sem að sveitarfélagið á sína hlutdeild í. Hvað getið þið sem sveitarstjórnarfulltrúar gert til þess að hjálpa menntaskólanum að draga krakka að víðsvegar að landinu? Takk fyrir þetta. Byrjum hérna hinum megin, miðflokkur. Ef þið viljið svara þessari spurningu. Já, það er kannski ekki beint hlutverk sveitarstjórns að vera skemmtilegur, en ég held að það sé mjög margt sem við getum samt gert og við getum öll leitast við að vera skemmtileg og það verður skemmtilegt samfélag. Og ég veit að þarna upp í Stafholtstungu þar sem ég bý, það er bara mjög skemmtilegt samfélag og menn gera mjög margt saman. En þarna, það er bæði aðstaða, það er bara að láta sér detta í hug eitthvað skemmtilegt til að gera. Varðandi svona markasetning á þarna menntaskólunum, þá svo sem hef ég ekki skoðun á því, en mér skilist á skólastjórinn og hans er ekki fullur, þannig að það er hægt að taka fleiri nemendur inn og væntanlega þá bara... Ég er ekki að tala um nemendurnar. Það fer ekki að myndi mála hvernig þetta skildist. Hann misskilur allt frá mér þessi þarna. En við skoðum menntaskóla núna í vikunni, þetta er náttúrulega glæsileg bygging og mikill metnaður þarna, mjög gaman að sjá. Og það er náttúrulega kannski bara frekar þeirra sjálfra að þarna auglýsa sig. Takk fyrir þetta og D-listi gjörðu svo vel. Já, það er nú bara fyrst og fremst að vera skemmtileg sjálf, Telma, eins og við erum. En menning er hluti af því að gera hérna samfélög áhugaverðari og við leggjum áherslu á að styðja við menningu og jafnvel að skoða aukna nýtingu á félagsheimilum út bæinn og já, styðja við menningu eins mikið eins og við mögulega getum til þess að laða ungmenni í menntaskólan og þá er Bragi nú skemmtilegur gaur og ekki alltaf fullur. Þannig að ég held að skólinn hafi nú sýnt það að hann er vaxandi, skólinn er vaxandi og laðar að sér nemendur og ég hef fulla trú á því að hann gerir það áfram. Bærinn geti komið til dæmis til móts við ungmennin með því að skoða opnun á ungmennahúsi og styðja við íþróttastarf og gera það öflugra. Takk fyrir þetta. Framsókn, gjörðu svo vel. Jú, takk kærlega fyrir spurninguna. Varðandi betri bæ og betri bæja menningu,
þá höfum við haft á stefnuskráni hjá okkur til dæmis að efla nýtingu á Skallagrímsgarði, þannig að hægt væri að setja upp á einhverjum tímapunktum einhvers konar sölubása eða annað. Það hefur nú sést, það hefur aðeins reynd að lýsa hann upp í skammdeginu veturinn, en það er betur má að duga skal. Það er hægt að gera betur í þessu og þá kannski líka ef það verður gerðið svona básar að væri hægt að hafa færalega, þannig að það væri hægt að hafa það til dæmis upp í Reykholti eða á Hvanneyri á einhverjum ákveðnum dögum. Þannig er þetta virkja aðra aðila til þess að koma og skemmta okkur. Það er ekki þá sveitafélagi sem er með verslunina rekstur á svona stöðum, heldur að laða aðra að. Borgarbyggð getur gert líka og hefur, og ég til dæmis núna bara ef þeir sem hafa fylgst með samfélagsmiðlum síðusta mánuðin, þá stóð forvarnateymi í Borgarbyggðar til dæmis fyrir svokallari mannræktaviku, þar sem að íbúar voru hvattir til þess að taka þátt í alls konar viðburðum og halda viðburði fyrir hvort aðra, bjóða fólki í mat, fara í heimsókn, hrósa hvert öðru, senda skilaboð og svo framvegis. Þannig getum við elft hvort annað sem samfélag án þess að sveitarfélagið sé að setja mikið annað en heldur peningi í það. Listaskóli Borgarfjarðar var með barnamenningahátíð. Það var stórkostleg sýning síðustu helgi þar sem að ungmenni voru að sýna afrakstur vetursins og buðu lúðrasveit og til þess að koma í heimsókn við okkur. Svona atriði er sveitarfélagið að styðja markvisst við að gera betri bæjarbrag. Varðandi heimavistina? Er ég að tala mikið? Já. Það er áfram þarf að leita húsnæði fyrir mými ungmennahús. Ég held að það væri áhugavert að verða með það hérna í kjallaranum. Það eru skiptar skoðanir það vegna þess að börnin sem eru ekki í skóla hefði þá ekki áhuga að koma hingað. Ég hef eftir á móti bara meiri áhyggjur af því að ungmenni vinni og mikið með skóla. Við þurfum einhvern veginn að fá þau frekar til virkni heldur en að vera að vinna hérna í öllum búðum. Og ég held að þau nemendafélagi gerir nú stórkostlega hluti til þess að laða krakka hingað að. Þannig sýnist með það. Takk fyrir þetta og Borgarbyggðarlisti, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessa spurningu. Ég veit nú ekki alveg hvernig við eigum að vera skemmtilegri en við erum. Ég held það er líka alltaf að láta sér leiða stundum. Það er bara hollt. Við þurfum ekki alltaf að hafa stöðu skemmtun og stöðu afþreyingu. Við myndum hins vegar vilja sjá ungmennaráði virka það og fá hugmyndir. Og ég vildi óska þess að veðrið væri betra þannig að maður geti bara ofta verið út á röltinu. En það er ýmislegt hér eins og Sonja nefndi, menningarhátíð og fleira og við þurfum bara líka öll að vera dugleg, að vera skemmtilegri. Takk fyrir þetta, talandi veðrið, það er engin lofa góðu veðri. Má ég halda fram að svara? Já, ég held að við getum, ég er sammála við en ég held að við getum gert alveg helling og ég held með allir virðingur í Framsóknarflokknum, ég held að það væri mjög hundlegilegt að fá hótel á Baðluna og Brákari og ég held að það sé rými sem við getum eflt fyrir menningu og alls konar hugmyndir, grænsvæði, afþreyingu, víkingaþorp og svo framvegis, efla menningar og tónlistarhátíðir og svo framvegis og ef ég myndi vilja fara í samtal við ungmennum og fá ungmennaráð einhvers staðar í samfélagshöfninni með öllu öðru þannig að við þurfum að skapa inngildingu og allir myndu hittast saman en ekki að hver og einn sér einhvern veginn í sér húsi. Ég held að það sé ótrúlega mikilvægt. Takk. Takk fyrir þetta, kjærlega. Það eru tveir sem eru búin að biðja orðið og það verður síðustu spurningarnar í kvöld því að við eigum síðan eftir að fá lokaorð og einhverju þurfa að mæta í vinnu fyrirmálið. Martet, gjörðu svo vel. Jó, ég glemdi því. Takk okkur fyrir. Þá höldum við áfram bara. Takk okkur fyrir. Gjör svo vel, Martin. Góð svör og skýr. Ég hjó eftir því áðan, áttaði mig ekki alveg á því, en það var talið um að reiðstígar hefðu jafnvel haft forgöngu umfram aðra stíga, eða hjólastíga og göngustíga. Mér langar að fá skýring á þessu. Ég kannast ekki við þetta. Já, gjör svo vel. Halló, já, ég get bara svarað því til að ég hef stundum verið að ganga á þessum og ég hef eiginlega orðið fyrir aðkast af hestamönnum sem að hafa vissulega beðið mig að fara og sagt mér að þetta væri ekki göngustígur, þetta væri fyrir hestamenn. Og þá tel ég hvar á ég þá að ganga, út í móa eða? Gjör svo vel, eldsnögt. Ég hef talað fyrir því í mínu félagi að við notum alls ekki svona framkomu því að hún er einhvern veginn góðs
síst okkur hestamönnum. Þannig að það eiga öll dýrin í skóginum að geta verið vinnir. Takk fyrir Martin, ég kann að meta þetta svar. Þið lappið kannski saman bara. Takk fyrir þetta og síðasta spurningin. Það var hérna svipuðu slóðum stutt að fara núna, Viktor. Tónuð þreyttur. Já, Sigur heiti ég. Ég er nú búinn að keyra hérna 81 í 13 ár. Og það er nú, ég er búinn að benda á það sinni í haust að það er búið að leggja, eða það er verið að leggja niður og hann verður ekki keyrður eftir þennan vetur. Og það er alveg skýrt og ég er búinn að benda á það margoft. En það var ekkert gerst í því ennþá. En svo er eitt enn að ég hef svolítið verið að fylgjast með útboðum á skólaakstri og snjómokstri og tekið þátt í því og það hefur verið svona síðustu ár, sérstaklega, ég er búinn að vera í þessu 20 og eitthvað ár, mjög illa unnið, mjög seint komið til skila og bara eiginlega fólkin sem býr þetta til skammar. Og spurningin er? Það er bara ætlið að gera eitthvað í þessum málum og vera með útboð sem að veita eins og með skólaakstri sem að þarf að taka, er alltaf á hverju ári, skilur þú, hann byrjar í ágúst. Þá finnst mér svolítið seint að hann sé opnaður í lok maí eða miðjan maí, eins og núna í dag. Já, er þessi beint til bara allra? Þú veist að fólk ætla að taka á að útboð sé betur gerð og þetta sé ekki svona eiginlega bæjarfélögum til skammar. Herru, takk fyrir þetta, kærlega. Og við skulum bara byrja á M-lista. Já. Já, við varum til að vera fyrir til og hefja útboð á réttum tíma og þannig að sé nægur tími fyrir það, bæði snjómokstri og skólaakstri. Takk. Já, ég trúi því að við fáum sérfræðingar til að vinna útboðsgögn fyrir sveitafélagið. Við sem hér sittum ekki sérfræðingar því en að sjálfsögðu lesum við það yfir og finnum að ef við sjáum eitthvað að. Ef við varum til leið 81 þá hef ég líka áhyggjur af því að það á að leggja hann niður og við viljum reyna hvað við getum til að þrýsta á að það verði ekki gert. Takk fyrir þetta og framsókn. Já, takk fyrir spurningunum Siggi. Varðandi leið 81 þá er þetta er mikið sorgarmál og við höfum tekið þetta til umræðu margsinnis í sveitarstjórn og komið þessu til skila til allra þingmanna og ráðherra við öll tækifæri sem við höfum haft og reynt að beita þrýstingi eins mikið og við getum á þingmenn að berjast fyrir þessu með okkur. Því miður hefur bara ekkert gerst eins og þú bendir á. En ég held að allir hér við þetta borð, alveg sama í hvaða flokk þeir eru, þeir munu halda áfram að beita þingmenn þrýstingi og reyna að berjast fyrir ef við fáum þessa leið aftur. Varðandi útboð á skólaakstri, ég bara, sko, þú hringdir reyndar í mig áðan og spurði mig út í þetta, ég er ekki búinn að lesa yfir þessu útboð sko, sjálfur. Já, við höfum reynt okkur á sérfræði ráðgjöf í þessu aðkeypta sérfræði ráðgjöf við gerð útboðsgagna eftir sem ég best veit í flestum þessum útboða og það er bara miður ef þau eru ekki nægilega vel unnin og það þarf að skoða það að leita eitthvað annað. Takk fyrir þetta. Borgarbyggðarlisti, viljið þið? Ég skildi ekki spurningar útboð sko. Ertu að tala bara skólaakstur þar? Almennu vinnubrögð við útboð. Já, ég miskildi alltaf spurninguna áðan varðandi pottana, þannig ég ætla bara að svara að þetta náttúrulega er hvað segir maður, kostnaðar eftirlitsmál í einhverjum skilning, en líka svarið er já, við viljum endurskoða það og sjá hvernig getum mætt íbúum frekar varðandi allavega skólaakstur og að þetta er öryggismál og jafnréttismál. Takk. Takk fyrir þetta kærlega og þar með ljúkum við pallborðsumræðum og ég þakka frambjóðendum fyrir skýr og greiðan góð svör og ykkur fyrir góða spurningar og nú er komið tími á að setja fundastjórun aftur í hæfar hendur Páls Brynjarssonar. Gjörðu svo vel. Já, fundurinn hefur þakkað Gísla fyrir með gríðarlegu lófataki, þannig að það er ljóst að hann hefur staðið sig vel. Okkur sem aðeins skynsemishyggju með áherslu á þjóðleg gildi.
Ég held að okkur hjá Miðflokknum að tekist í stórum dráttum að koma því. Já, ég held að við hjá Miðflokkum höfum í megin dráttum tekist að koma okkar sjónarmiðum áleiðis. Að okkar mati þá að verja skattfé í hagnýt verkefni og koma í veg fyrir bruðl, mikinn fjármagnskostnað og annað slíkt. Ég hef kynnt mér rekstur og efnahag og áætlanir sveitarfélagsins og það er á rangri leið að mínu mati. Við munum berjast fyrir byggðirnar, berjast á móti uppbyggingu vindmyllugarða, við munum berjast fyrir því að Holtavörðuheiði fari efri leiðir en ekki gegnum blómlega sveitir. Við ætlum að berjast fyrir aðlaðandi umhverfi fyrir nýsköpun og fyrirtækjarekstur og koma Borgarbyggð á kortið og ná eðlilegri fólksfjölgun. Borgarbyggð á feikna mikla möguleika. Við búum í einu fegursta og sögufrægasta héraði landsins, steinsnar frá höfuðstaðnum. Og nú hafið þið gott val til að velja í þessum kosningum. Ég ætla að skora á ykkur að kjósa Miðflokkinn. Það eru 4 ástæður sem ég langar til að nefna. Í fyrsta lagi erum við eina framboðið sem vill að vera með lága skuldsetningu til lengri tíma, þannig að það sé hægt að verja skattfénu til hagsbóta fyrir íbúana í staðan fyrir að vera skuldsett og hafa takmarkaða möguleika til lengri tíma. Borgfirðingar þekkja alveg leiðina til, brúin til framtíðar, þar sem var hangið á horriminni hérna í langan tíma og tókst nú að bjarga því. Holtavörðuheiðarlína, við berjumst fyrir því að hún fari efri leiðir. Ef að við náum ekki völdum hér að einhverju leyti í sveitarfélaginu, þá mun hún fari gegnum héraðið. Það er engin annar en við að berjast fyrir þessum efri leiðum. Framsóknarflokkurinn, hann lýsti því fulltrúi flokksins í gær í Logalandi að hann teldi enga líkur á því að Landsnet myndi breyta nokkur í áætlunum sínum að fara í gegnum héraðið. Og Davíð er í raflínunum sem er rauninni komin með völdin í þessu, þannig að með alveglegri baráttu þá mun línan fari í gegnum héraðið. Vindmyllur, það er líka mál sem er stór mál að okkar mati. Við berjumst gegn því að vindmyllurnar fari hérna upp á hálsana. Það er þegar búið að gefa framkvæmdaleyfi og breyta skipulagi til þess að rannsaka ástandið þar eða búi í haginn fyrir fjárfesta. Það hefðu við aldrei leyft, þannig að það er líka verður veikar varnir ef við náum ekki einhverju fótstöðu. Síðan lofum við lækkun á prósentutölu fasteignaskatts og munum standa við það á kjörtímabilinu. Þannig að ég skora á ykkur að kjósa Miðflokkinn. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Haukur, og þá er komið að fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og það er Sigurður Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Já, ég fekk nú ekki tækifæri til þess að kynna mig áðan, en Sigurður Guðmundsson heiti ég og er skipað 1. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins. Og já, að byggja samfélag fyrir alla snýst fyrst og fremst að setja fólkið í 1. sæti. Hlusta á íbúa, virða mismunandi sjónarmið, tryggja að allir hafi raunverulegt aðgengi að þjónustu. Óháð því hvort fólk býr í þéttbýli eða dreifbýli. Samfélag þar sem allir finna að þeir tilheyra verður aðeins til með samvinnu, virðingu og skýrri sýn. Við náum því markmiði með því að byggja upp öflugt menntakerfi þar sem börn og ungmenni fá tækifæri til að blómstra, skólar og frístundir skipta sköpum við að tryggja öryggi, vellíðan og tækifæri. Samfélag fyrir alla þýðir að við hugsum að fólki á öllum stigum lífsins. Börnum, fólki á vinnumarkaði, eldri borgurum, þjónustan þarf að vera aðgengileg, mannleg og skilvirk. Öflugt atvinnulíf og menning er lykilatriði fyrir blómlegt samfélag. Við ætlum að skapa aðstæður þar sem fyrirtæki og menning geta vaxið, nýsköpun blómstrar, fjölbreytt störf verða til. Það skapar tækifæri til að byggja sér framtíð í Borgarbyggð þar sem það kýs að búa. Góð stjórnsýsla styður við og heldur öllu saman.
Ábyrg fjármál, skýr forgangsröðun og gegnsæ vinnubrögð byggja upp traust. Og traust grundvöllur alls árangurs. En samfélag verður ekki til án þátttöku okkar allra. Lýðræðið okkar sterkasta verkfæri til að hafa áhrif á framtíðina. Við hvetjum ykkur því til að mæta á kjörstað og kjósa. Við sjálfstæðisfólk ætlum að byggja upp samfélag fyrir alla, setjum XVD á laugardaginn og byggjum saman samfélag þar sem allir fá að njóta sín. Takk fyrir. Þakka þér fyrir Sigurður og þá er það fulltrúi Framsóknarflokksins og það er Sonja Lind. Gjörðu svo vel. Kæru íbúar og aðrir fundagestir, ég vil byrja á því að þakka fyrir þær góðu viðtökur sem við höfum fengið hér í kosningabaráttunni og þakka meðframboðum mínum fyrir drengilega og málefnalega kosningabaráttu. Á síðasta kjörtímabili hefur Borgarbyggð tekið stór skref fram á við. Það er ekki lengur bara talað uppbyggingu, fólk finnur fyrir henni. Ný hverfi eru að rísa, atvinnulóðir að byggjast upp og sveitarfélagið í sókn. Þetta er ekki tilviljun, heldur afrakstur markvissar vinnu, ábyrgðar í rekstri og skýrri framtíðarsýn. Það segir sig sjálft að þegar fjölskyldur hafa komið sér fyrir í nýjum hverfum og fyrirtæki hefja starfsemi á nýjum lóðum, þá styrkist sveitarfélagið allt. Tekjur aukast, þjónustan verður öflugri og við fáum meira svigrúm til að byggja enn betra sveitarfélag fyrir okkur öll. Uppbygging í dag er fjárfesting í sterkari tekjustöðum sveitarfélagsins til framtíðar. Það hefði þótt ótrúlegt fyrir fáum árum að skagamenn væru farnir að horfa öfundaraugum til Borgarbyggðar og bera sig saman við okkur. En það gerðist núna í vikunni í grein í Skershóðni og nú eru það aðrir sem horfa til okkar sem fyrirmynd í uppbyggingu og sókn og við eigum að vera stolt af því. Og uppbygging sveitarfélagsins snýst líka meira en innviði. Hún snýst líka umhverfið okkar, bæjarbrag, menningu, íþróttir, græn svæði, gott stígakerfi, hreint samfélag og lífsgæði fólks. Við í Framsókn, við viljum fylgja þessari uppbyggingu eftir með áherslu á litlu málin sem eru samt svo stór. Byggja áfram öflugt samfélag sem laðar að sér nýja íbúa, ný störf og ný tækifæri fyrir okkur íbúa Borgarbyggðar. Kosningar snúast framtíðina og hvernig samfélag við viljum byggja saman. Við höfum síðustu ár sýnt að við látum verkin tala. Það gerum við að heilindum með jákvæðni og vinnusemi. Ég bið ykkur auðmjúk að setja XVB á laugardaginn. Við mætum á möllin með það að markmiði að gera gagn. Fyrir þau sem hafa tök á vil ég bjóða okkur að kíkja á kosningaskrifstofuna okkur eftir. Við verðum með smá opnun þar. Takk fyrir í kvöld og takk fyrir að hlusta. Þökkum Sonju fyrir og þá er komið að síðasta frambjóðandunum sem ávarpar þennan fund. Það er Jóhanna Pavlovic fyrir Borgarbyggðarlistan. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, ég heiti Jóhanna og ég leiði Borgarbyggðarlistan. Fundastjóri og kæru gestir. Þann 16. maí gefst okkur tækifæri til að velja framtíð sem við viljum sjá fyrir samfélagið okkar. Við í Borgarbyggðarlistanum bjóðum fram sterka forystu, ábyrga stjórnsýslu og skýra sýn sem byggir á félagshyggju, samstöðu og virðingu fyrir öllum íbúum sveitarfélagsins. Félagshyggja snýst þá grundvallarhugsun að samfélagið verði sterkara þegar við stöndum saman. Hún byggir á þeirri sannfæringu að við höfum öll rétt á góðri þjónustu, jöfnum tækifærum og öruggu samfélagi, óháð aldri, efnahag eða aðstæðum. Ég tel það sjálfsagt að greiða skatta til að fjármagna leikskóla fyrir barnafjölskyldur þó ég eigi ekki sjálf börn. Ég tel jafn sjálfsagt að leggja mitt af mörkum svo eldri borgarar geti notið öryggis, virðingar og heilsueflingar og að fatlað fólk hafi aðgang að þeirri þjónustu og þeim réttindum sem það á skilið. Þetta er kjarninn í heilbrigðu samfélagi. Við erum ekki í samkeppni réttindin okkar.
Réttindi eins skerða ekki réttindi annars. Þvert á móti styrkjumst við öll þegar samfélagið tryggir að enginn verði skilinn eftir. Einstaklingurinn er alltaf hluti af stærri heild og velferð hvers og eins hefur áhrif á okkur öll. Samfélag sem byggir á samvinnu, gagnkvæmri virðingu og ábyrgð er samfélag sem fólk líður betur, þar sem er traust og þar sem framtíðin verður bjartari. Við viljum sveitafélag sem hlustar á íbúa sína, tekur ákvarðanir í opnari samtali við samfélagið, setur lýðheilsu, menntun og félagslegt réttlæti í forgrunn, hugsa til framtíðar með atvinnu byggðar og húsnæðisstefnu og vinnur fyrir alla íbúa, þéttbýli sem dreifbýli, eldri sem yngri, innfædda sem innflytjendur. Við biðjum stuðning ykkar til að byggja samfélag þar sem samvinna er sterkari en sundrung, þar sem velferð fólks er sett í fyrsta sæti og þar sem við stöndum saman. Ef þú vilt meiri skynsemi í rekstri, aukið samtal við íbúa og ákvarðanir sem byggja í forgrunni á félagshyggju, samstöðu og lýðheilsu, settu það XVA þann 16. maí. Við erum saman í þessu. Takk fyrir stuðningin. Ég vil líka minna á það að kosningaskrifstofan okkar er opin núna hérna á Borgarbraut 55, takk. Og hvet ykkur öll að koma að taka samtali við okkur. Við þökkum Jóhönnu fyrir, hún var síðasti ræðumaðurinn sem var á dagskrá hér í kvöld. Það er komið að lokum fundarins. Ég þakka ykkur áheyrendum fyrir góðar og gagnlegar spurningar og þátttöku í fundinum. Ég þakka þeim sem að heima voru og sendu inn fyrirspurnir, líka kærlega fyrir þeirra framlag til fundarins. En fyrst og fremst þakka ég frambjóðendum fyrir góð erindi og gagnleg svör við þeim spurningum sem komu frá salnum. Þessum fundi er hér með slitið og ég óska ykkur öllum góðrar heimferðar. Takk fyrir.